Góðan daginn, komið þið sæl. Ég býð ykkur velkomin á þennan 44. fund bæjarstjórnar sem haldinn hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Við byrjum á að fara yfir mætingu. Mættir bæjarfulltrúar eru Helgi Sigurður Haraldsson, forseti bæjarstjórnar, Eggert Valur Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnæri Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista, Sigurður Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi A-lista, Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista, Lindur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista og Ari Björn Þórarinsson, bæjarfulltrúi D-lista. Starfsmenn á fundinum eru Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri og Helga María Pálsdóttir, bæjarritari sem ritar fundargerð. Áður göngum til dagskrár þá kalla ég eftir hvort það sé einhverja athugasemdir við útsend fundarboð. Svo er ekki. Þá göngum við til dagskrár. Fyrsti liður á dagskránni er deiliskipulagsbreyting Engjaland 2-4. Það er tillaga af 87. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 27. janúar síðastliðinn, liður 7, deiliskipulagsbreyting Engjaland 2-4. Mál áður á dagskrá skipulags- og byggingarnefndar 12. janúar 2022. Kjartan Sigurbjörnsson fyrir hönd lóðareigenda lagði fram tillögu að breyting á deiliskipulagi fyrir lóðirnar Engjaland 2 og 4 Selfossi. Breytingin fól í sér hækkun húsa eina hæð þannig að heimilt er að byggja 4 hæða hús í stað 3 hæða á lóðunum. Einnig var óskað eftir fjölgun íbúða á hvorri lóð 2 íbúðir. Megin ástæða hækkunar var að gert var ráð fyrir að koma fyrir bílageymslu á hluta af fyrstu hæð húsanna. Lagður var fram skýringauppdráttur sem sýndi áhrif skuggavars á nærliggjandi hús og lóðir. Brugðist hafi verið við athugasemdum skipulags- og byggingarnefndar með því að vinna skuggavarsgreiningu og skýra skilmála greinargerðar. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin yrði samþykkt til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég ítreka til auglýsingar. Orðið er laust þessa tillögu. Sem ræða hana. Svo er ekki þá berja nýtt þess að geta samþykkt þessa tillögur. Skipulags- og byggingarnefnd gjör svo að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er dagskrárliður 2, það er deiliskipulagsbreyting óveruleg þykkvaflöt. Það er tillaga frá 87. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 9. febrúar síðastliðinn liður 9. Deiliskipulagsbreyting óveruleg þykkvaflöt. Lögð var fram tillaga að óverulegri breytingu á gildandi deiliskipulagi Hulduhóls og Eyrarbakka. Breytingin fólst í því að lóðin Þykkvaflöt 9 var færð út fyrir afmörkunarsvæði deiliskipulags. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillögum fyrir sitt leyti og leggur til við bæjarstjórn að tillagan yrði samþykkt í samræmi við 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga sem óveruleg breyting á gildandi deiliskipulagi. Þar sem að breytingin varðaði ekki hagsmunir annar en sveitarfélagsins sjálfs, lagði skipulagsnefnd til að fallið yrði frá grenndarkynningu. Skipulagsfulltrúar hafa valið að senda skipulagsstofnun tillöguna til varðveislu og auglýsa í B-deild Stjórnartíðinda. Orðið er laust þessa tillögu. Engi kveður sér hljóðs þess að geta samþykkt en að gjöra svo að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður 3, það er deiliskipulagstillaga frístundamiðstöð. Það er tillaga frá 87. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 9. febrúar síðastliðinn, liður 10, deiliskipulagstillaga frístundamiðstöð. Lögð var fram tillaga að breyting á deiliskipulagi íþrótta- og útivistarsvæðis á Selfossi sem samþykkt var 15. janúar 2003. Síðan hafi verið gerða 4 breytingar, síðast samþykkt 20. nóvember 2019 og tók gildi 19. nóvember 2020 við birtingu auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda. Sveitarfélagið Árborg fyrirhugar að reisa frístundamiðstöð fyrir frístundastarf og Selfossi. Grunnhugmyndin er að búa til aðstöðu umhverfi til að bæta frístundaþjónustu við íbúa og bjóða upp á enn fjölbreyttari möguleika en standa nú til boða. Með byggingu frístundamiðstöðar verður til aðstæða fyrir frístundastarf án aðgreiningar, þar sem mismunandi hópa barna og fullorðna koma saman og veita hvort öðru stuðning og fræðslu. Markmið tillögunnar er að styrkja enn frekar íþrótta- og útivistarsvæði Selfoss með tilkomu frístundamiðstöðar. Slík starfsemi mun glæða svæðið meira lífi og vera virkur þátttakandi í íþróttalífsins á svæðinu. Helstu breytingar fela í sér eftirfarandi. Nýjum byggingarreit er bætt við inn á deiliskipulagssvæði fyrir byggingu frístundamiðstöðar. Byggingarreitu fyrir sorpgeymslu bætt við. Byggingarreitu fjölnota íþróttahús felldur út. Nýbyggt fjölnota íþróttahús bætt við á uppdrátt. Byggingarreitu bílageymslu er felldur út.
Bílastæðum ásamt aðkomutorgi með aðkomu frá Langholti komið fyrir í grennd við nýjan byggingarreit. Rætt við 3 rútustæðum við Langholt, göngustígakerfi uppfært. Tilgangur breytinga á deiliskipulagi að koma fyrir byggingarreit undir byggingu nýrrar frístundamiðstöðvar ásamt því að gera grein fyrir aðkomu. Aðrir skilmálar eru óbreyttir. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna og lagði til við bæjarstjórn og tillagan yrði samþykkt til auglýsingar í samræmi 41. og 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust þessa tillögu að auglýsa þetta. Engin kveður sér hljóðs þess að geta samþykkt að auglýsa þessa deiliskipulagstillögu gjör svo geðmerki. Samþykkt samhljóða. Þá er á dagskrárliður 4, það er aðalskipulagsbreyting, hreinsistöð. Það er tillaga frá 87. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 9. febrúar síðastliðinn, liður 12. Aðalskipulagsbreyting, hreinsistöð. Fyrir liggur tillaga Eflu verkfræðistofu þar sem gerð var tillaga breyting á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 í samræmi við 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarfélag Árborg áformar að reisa 2 þrepar hreinsistöð fyrir Fráheitu við Geitanes norðan við flugvöllinn á Selfossi. Markmið framkvæmdarinnar er að koma á hreinsun skólp frá Selfossi sem uppfyllir skilyrði laga og reglugerða, en í dag er skólp að mestu losað óhreinsað í Ölfusá. Fyrirhuguð breyting á aðalskipulagi felur í sér að iðnaðarsvæði S30 við Geitanes fæðist aðeins til vesturs en heildarstæði svæðisins verði óbreytt. Framkvæmdir sem aðalskipulagi heimilar eru matsskyldar. Álit skipulagsstofnunar á matsskýrslunni lá fyrir 16. nóvember 2020 þar sem segir að matsskýrslan uppfyllir skilyrði laga og reglugerða mat á umhverfisáhrifum. Telur stofnunin að fyrirhuguð hreinsun Fráheitu á Selfossi sé ótvírætt framfaraskref fyrir þéttbýlið. Samhliða aðalskipulagsbreytingu þessari er gert deiliskipulag þar sem nánari ákvæði eru meðal annars sett framkvæmdir, ásýnd og frágang. Vinna við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins stendur yfir og eru breytingar sem hér eru lagðar fram í samræmi við tillögu nýs aðalskipulags. Ákveðið var að leggja fram breytingu á aðalskipulagi en ekki bíða eftir gildistöku nýs aðalskipulags til að geta hafið framkvæmdir vorið 2022. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillögunni í samræmi við 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og lagði til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja tillögun til samræmis við ofangreint í skipulagslögum. Orðið er laust þessa tillögu. Engin kveður sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa aðalskipulagsbreytingu gjör svo geðmerki. Samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður 5, það er deiliskipulag hreinsistöð við Geitanes. Það er tillaga frá 87. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 9. febrúar síðastliðinn, liður 13. Deiliskipulag hreinsistöð við Geitanes. Fyrir lá tillaga Eflu verkfræðistofu þar sem gerð var tillaga nýju deiliskipulagi vegna afmörkunar og áhrifasvæðis hreinsistöðar við Geitanes norðan við núverandi flugvöll á Selfossi. Í samræmi við 40. og 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Sveitarfélag Árborg áformar að reisa 2 þrepar hreinsistöð fyrir Fráheitu við Geitanes norðan við flugvöllinn á Selfossi. Markmið framkvæmdarinnar er að koma á hreinsun skólp frá Selfossi sem uppfyllir skilyrði laga og reglugerða, en í dag er skólp að mestu los óhreinsað í Ölfusá. Deiliskipulag þetta tekur til aðkomu að lóðhreinsistöðvarna, lóðurnar sjálfar og nærumhverfi eftir því sem þörf krefur, meðal annars vegna útrásar í Ölfusá. Í deiliskipulaginu er gerð grein fyrir fyrirhuguðum framkvæmdum og settir fram skilmálar landnotkun, mannvirki, útrás, vernd náttúru og frágang. Framkvæmdir sem deiliskipulag heimilar eru matsskyldar. Álit skipulagsstofnunar á matsskýrslunni lá fyrir 16. nóvember 2020 þar sem segir að matsskýrslan uppfyllir skilyrði laga og reglugerðar mat á umhverfisáhrifum. Telur stofnunin að fyrirhuguð hreinsun Fráheitu á Selfossi ótvírætt framfaraskref fyrir þéttbýlið. Samhliða deiliskipulag þessu er gerð breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 sem felst í breytingu á uppdrætti þar sem iðnaðarsvæði færist lítið eitt til. Skipulagslýsing. Skipulags- og matslýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2010-30 og nýju deiliskipulagi fyrir hreinsistöð var tekið fyrir á fundi skipulags- og byggingarnefndar þann 29. júlí 2020 og í bæjarstjórn þann 19. ágúst 2020. Skipulags- og matslýsingi var kynnt almenningi og umsagna aflað. Alls bárust 5 umsagnir. Innkomnar umsagnir voru frá Skipulagsstofnun, Flóahrepp, Sveitarfélaginu Ölfusi, Minjastofnun Íslands og Umhverfisstofnun.
Helstu ábendingar sem umsögnum fólust og snýrust að deiliskipulaginu voru ábendingar Minjastofnunar fornleifar á svæðinu og athugasemd frá Umhverfisstofnun vegna meðhöndlunar seyru, spurningu hvaða svæði og fyrirtæki verða tengd hreinsistöðinni og ábendingu að æskilegt væri að tímasett áætlun fjölda hreinsithrepa verði sett fram í skipulaginu. Engar ábendingar bárust frá almenningi. Við gerð þessa deiliskipulags var farið yfir alla þætti innsendra umsagna og þær hafa til hliðsjónar. Gerði grein fyrir öllum þeim þáttum sem eðlilegt að taka fyrir á deiliskipulagsstigi en aðrir þættir fá nánari umfjöllun í mati og umhverfisáhrifum framkvæmda eða í breytingu á aðalskipulagi. Tilgangur og markmið samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 skal gera deiliskipulag fyrir einstök svæði eða reit innan sveitarfélags þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Í dag skólp sem kemur frá Selfossi að mestu óhreinsað í Ölfusá. Meginmarkmið framkvæmdarinnar að koma á hreinsun skólprófs byggðin á Selfossi sem uppfylli örugglega skilyrði laga og reglugerða samhliða því að vernda almenning og umhverfi gegn mengun af völdum fráveitum frá Selfossi. Markmið með deiliskipulagi þessu er að skilgreina uppbyggingu, frágang og áhrif á umhverfi af hreinsistöð Geitanes. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og lagði til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja tillögun til samræmis við ofangreint í skipulagslögum. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs til þess að geta samþykkt þessa tillögu gjörðu svo gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá eru komin að dagskrárlið nr. 6, gjaldskrá 2022, gjaldskrá frístund og sumarfrístund 2022. Ég ætla að biðja bæjarstjóra Gísla Halldór að fylgja þessu úr hlaði. Forseti, við vinnslu gjaldskráa fyrir fjárhagsáætlun ársins þá átti sér þetta mistök þannig að vitlausar tölur voru að einhverju leyti notaðar og því er hér sett inn leiðrétt útgáfa og þessi gjaldskrá þarfnast aðeins einnar umræðu en mistökin fólst í því að það hafði ekki verið uppfærð öll gjaldskráin heldur aðeins fyrsti hluti hennar og aðrar upplýsingar duttu út en hér er lögð fram uppfærð gjaldskrá ásamt því að kostnaðarþættir í henni eru uppfærðir með 3,5% hækkanir. Einnig er tillaga að loka dagsetningu tímabundinna viðbóta sem hafa fylgt þessari gjaldskrá undanfarið 3 ár. Rökstuðningur fyrir því að fella niður tímabundnu viðbæturnar í lok þessa skólaárs er að afar fáir eru að nýta þessar undanþágur, þetta hálfa gjald. Niðurgreiðsla sveitarfélagsins er mjög mikil fyrir litla þjónustu og þetta útheimtir talsverða vinnu hjá forstöðumönnum þar sem ekki er umsjónarkerfi sem getur gert þetta rafrænt. Þetta þarf að handvinna hverja einustu færslu sem þessar viðbætur eiga við Þessi gjaldskrá er því lögð hér fram til afgreiðslu bæjarstjórnar. Takk fyrir Gísli. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér hljóðs þeir sem geta samþykkt þessa gjaldskrá frístund og sumarfrístund 2022 gjörðu svo gefa merki. Nei, það er raun og veru þarf ekki að, eins og Gísli tók fram, þá þarf ekki, hún er bara að fara í einu umræðu. Af því hún þarf ekki samþykkis ráðherra og opinbera, þá þarf hún bara einu umræðu. Þeir sem að, já, gjörðu svo vel, óskætti fundalíði, það er orðið við því.
Þá verður fundi framhaldið eftir fundarhlé og það til umræðu 7. liður gjaldskrá frístundar og sumarstómstundar 2022. Gunnar Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Já, í fundarbúði var þetta fyrri umræða, en forseti tók það fram eftir Gísla að þetta væri, að þyrfti ekki að vera með nema eina umræðu þetta. Og við teljum það, við töldum það í dagskránu að þetta væri fyrri umræðu og ætluðum að kynna okkur þetta mál betur. Og þar með ef þetta er fullna afgreiðsla, þá allavega sit ég hjá í þessari afgreiðslu og ég veit ekki hvað mínir félagar gera í þessu. Þegar að gjaldskrár hafa verið afgreiddar fjárhagsáætlun á haustin, þá hefur hluti að þeim þurft að fara í 2 umræður ef það þarf staðfestingu ráðuneytis og auglýsingur B-tíðindi aðrar ekki, en alltaf hefur þetta nú verið sett saman til fyrr og seinni. Ef það er ósk það kemur fram hér að hafa 2 umræður þessar gjaldskrár og það hafi verið skilningur, þá er sjálfsagt að forseta að verða við því að leggja þetta fram til seinni umræðu. Því það er tekið fram þarna, þannig að ef það kemur ósk það, þá já. Þá legg ég til að þessari gjaldskrárbreytingu verið vísað til seinni umræðu á bæjarstjórnarfundi í mars. Þeir sem geta samþykkt algjörðs og gjafamerki, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 7, ráðning húsnæðisfulltrúa. Það er tillaga frá fundi stjórnar leigubústaða Árborgar SES frá 27. janúar síðastliðinn liður 3, ráðning húsnæðisfulltrúa. Stjórn leigubústaða Árborgar lagði til við bæjarstjórn Árborgar að stofna yrði starfshópur til að fara yfir skyldur sveitarfélagsins samkvæmt þeim lögum sem við eiga, meðal annars 14. grein laga nr. 44 frá 1998. Í slíkum starfshópi yrði skoða hvernig málum skyldi háttað og meðal annars metið tilefni til ráðningar húsnæðisfulltrúa. Það liggur fyrir við afgreiðslu á þessu og eftir hópur eða tilnefningar í hóp til þess að skoða þetta, en orðið er laust þessa tillögu. Gísli Halldór bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er gríðar mikil ábyrgð sem að sveitarfélagi ber sem lýst er í 14. grein þessara umræddu laga og slík ábyrgð gæti verið á höndum húsnæðisnefndar og margt af hlutverkunum sem þar er til gæti verið á hendi húsnæðisfulltrúa. Við höfum hvorugt af þessu hér í Árborg, þannig að hugmynd stjórnar leigubústaða var að þessi starfshópur myndi fara yfir málið, kanna tilefni til ráðningar húsnæðisfulltrúa og ef til vill stofnunar húsnæðisnefndar, hvort sem það er nú á þessu kjörtímabili eða síðar eða ekki. En það er ljóst að ef ákveðið verður að ráða húsnæðisfulltrúa til að sinna þessum verkefnum, þá væri æskilegt að það væri skýr farvegur eða skýrt bakland í einhverju starfshópi eða nefnd til að styðja við þau störf og móta stefnu sveitarfélagsins í málaflokknum. Takk fyrir. Orðið er laust áfram þessa tillögu. Brynhildur Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar nú kannski að bara fara þarna inn í þessu eru fylgiskjals minnisblað. Það er bara mjög greinagott og það sem er farið yfir stöðuna hjá félagslegum leiguhúsnæði í sveitarfélaginu. Það eru áhugaverðar hugmyndir varðandi grænumörkina og það er kannski þarf að fara varlega. Þetta eru auðvitað töluverðar breytingar sem að ef þetta verður þessar hugmyndir, þannig að það er mikilvægt að það veri stigið varlega til jarðar þegar ef að því verður.
Tómas Elef Tómasson að beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og áhorfendur. Þetta eins og kom fram áðan, þetta er svolítið umfangsmikill málaflokkur og það er alveg rétt sem kom fram í máli Brynhildar rétt áðan að ber að fara varlega í þessum málum. Og ég tel að það hafi verið alveg rétt hjá stjórn leigubústaða að setja þetta í þennan farveg að útbúa starfshóp, þannig að maður bara fari við málin og sjái hvað það sé þörf og hvar þörfið sé. Eins og kemur fram í minnisblaðinu þá náttúrulega eignir leigubústaða upp á 2 milljarða. Við náttúrulega munum ræða að það eru fleiri mál á dagskrá varðandi leigubústaði og húsnæði samvinnufélög og eitthvað slíkt á síðar á þessum fundi. Þannig að ég er algjörlega sammála því að það ber að fara varlega í þessum málum og þess vegna var þetta mjög klókt eða mjög gott skref hjá stjórn leigubústaða. Ég er nú ekki að hæla sjálfur mér, og ég segi stjórn leigubústaða, það eru fleiri, það er Eggert Valur, Jónsson formaður bæjar og svo Gunnar Egilsson líka til lista. En þetta það var alveg rétt að gera þetta svona, stofna bara starfshóp, fá öll gögn upp á borðið, þetta er rosalega umfangsmikið. Stórt verkefni, þannig að við þurfum að fara mjög vel yfir þessi mál. Fleiri sem vilja taka þetta máls undir þessari tillögu. Ari Björn, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, tilnefnendur og gestir. Já, ég held að þetta sé bara heillavænlegt skref að við myndum starfshópum utan þetta verkefni. Við vorum lengi vel með húsnæðisfulltrúa í hálfu starfi. Ég veit ekki hvað er langt síðan hann ætti 10-15 ára eða eitthvað pottþétt og þetta var nú eitt af starfsskyldum bæjarstjóra, allavega 2 síðustu bæjarstjórar undan þeim sem er núna voru með þetta raun og veru á sínu borði og við höfum ekki fjölgað félagslegum íbúðum eða okkar þágu neitt á þessum 15 árum eða ég veit ekki hvað langt síðan við höfum keypt einhverja íbúðir eða fjölgað og ég held að þetta sé bara besta mál og gerum bara svona þróun hvernig við viljum hafa þetta til framtíðar og ég styð þetta heils hugar að við skipum starfshóp og komum með þá leggjum fyrir bæjarstjórn hvort sem það verður hvenær sem þessi starfshóp voru búinn og við vonum að hann bara vinni hratt og vel. Gísli Halldór Halldórsson bæjarstjóri beðinn orðið. Ég ætla kannski bara rétt að skjóta því hér inn í umræðuna af því að þannig var útfærslan í fjárhagsáætlun ársins að það var sem sagt gert ráð fyrir því að gera tilraun með þetta starf húsnæðisfulltrúa sem starfsmann leigubústaða Árborgar í þeirri vegferð að efla leigubústaða Árborgar og nýta það fjárhagslega afl sem býr í félaginu eftir að öll mál eru komin á hreint gagnvart eftirlitsnefnd og öðrum aðilum. Það verðmæti íbúða leigubústaða Árborgar er nálægt 2 milljörðum og skuldi félagsins eru 600 milljónir. Þannig að þarna er gríðarlegt afl til að vinna að hagsmunamálum almennra leiguíbúða í Árborg og sérstaklega væntanlega með áherslu á félagslegar íbúðir. En þannig að
þær hugmyndir sem hafa verið reifaðar eru að fyrst og fremst sé starfsmaðurinn vistaður hjá leigubústöðum Árborgar og kostaður af leigubústöðum Árborgar og sjái íbúðir þar og vöxt og viðgang þess félags, en jafnframt að eins miklu leyti og mögulegt að hann vinni að öðrum húsnæðismálum í þágu leigumarkaðar í sveitarfélaginu. Og hvernig svo sem það yrði í framtíðinni gert upp eða unnið, það yrði þá að koma í ljós, en fyrst og sinn var að minnsta kosti hugsunin að þetta starf væri stöðugildi innan leigubústaða Árborgar. Þetta getur máli Eggert Valur Guðmundsson. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla bara að taka undir það sem komið fram hérna. Ég held að þetta sé skynsamleg leið. Og við vitum það, við rætt það að það er þörf á því að fara vel yfir þetta, því að margar af okkar íbúðum er orðnar gamlar og kalla á heilmikið viðhald og þarf að móta ykkur að stefni því hvernig við endurnýjum það og hvort að við ætlum að fækka þeim eða fjölga þeim og svo framvegis. Sem ég var að velta fyrir mér, kastaði bara fram hérna, varðandi þennan starfshóp, hvort það væri ekki þægilegra fyrir þennan starfshóp að hafa einhvers konar erindisbréf á fyrsta fundi, þannig að svona liggi svolítið fyrir verkefnin, þannig að spurning hvort að hérna ætti að beina því hvort að bæjarritari geti hérna útbúið einhvers konar erindisbréf fyrir hópin. Ég held að það sé þægilegra fyrir hópin þegar hann hittist á fyrsta fundi að hafa einhvers konar erindisbréf eða starfslýsingu eða hvað menn vilja kalla það. Já, vegna orða bæjarfulltrúa Eggerts Vals hérna erindisbréf, þá liggur það alveg fyrir í samþykktum sveitarfélagsins að ef stofnaður vinnuhópur eða annað þýjumlíkt, þá skal hann á fyrsta fundi vera með erindisbréf verkefni og það skal skráð til bókar og lýsing á því hvenær það hefst og hvenær verkefni endar. Næst tekur til máls Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi Reykjanesbæjar. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég held að þetta sé mjög gott mál. Maður lendir í því nokkuð reglulega sem kjörinn fulltrúi að fá alls konar fyrirspurnir og alls konar svona vangaveltur frá íbúunum og hérna þá er það nú bara einfaldlega þannig að það væri náttúrulega í sjálfu sér að æra óstuðan en maður vissi allt í þessu stóra bæjarkerfi okkar og ég var einhvern veginn lengi vel þeirra skoðunar eða þeirra var með þann tankagang eins og ég til dæmis varðandi það er íbúðir sem við erum með hér í Grænumörk að það væri svona eitthvað fyrirkomulag á því annað en bara röðin í umsóknum og hef þurft að eiga samtöl við svona aðstandendur fólk sem hafa við þekkjum það náttúrulega líka hjá fullorðnu fólki, þá er þetta þannig að þetta gerist nú hratt þegar aðstæður kannski versna og þá liggur það auðvitað fyrir að oft er þetta fólk alls ekki með það í huga að sækja neitt slíkt húsnæði og er ekki á neinu lista eða í neinu umsóknarröð. Þannig að ég held að þetta sé ákaflega gott mál að skerpa á þessu öllu og fara yfir þetta en ég hélt svona í hjarta mínu að þetta væri einhvern veginn þannig kerfið að það væri eftir einhverju mat, einhverju öðru en röð en ég veit fólk hér út í bæ sem hefur verið bara alveg full brist og allt slíkt en svo bara komið á tíræðisaldur og svo bara stíðinu er ástæðið ekki alveg eins gott og þá hefur það aldrei komið neitt til umræðu að vera í neitt slíkri röð en þá er mat á aðstæðum viðkomandi ekki kannski alveg eins eða þá þarf það að vera alveg verulega slæmt til þess að kannski eigi einhverja svona möguleika til að komast inn í svona íbúð
og í meira öryggi, því það margir sem upplifa líka eins og hér í grænmörkina að búa hér í grænd, vera ekki eitt út í einbýlishús eitthvað staðar annars staðar í sveitarfélaginu heldur vera í grænd við eldra fólki. Þannig að þetta auðvitað gríðarlega mikilvægt, tek bara undir það með þeim bæjarfulltrúum sem ég á að tala og við þurfum að líka skerpa á þeir reglum og því það segir nú hérna sko í Grænumörk 5 hefur íbúðum verið úthlutað öldruðum í þeirri röð sem fólk sótti og ekki tekið tillit til fjárhagsstöðu eða líkamlegra getu. Þannig að það er svona, það þarf að skerpa á þessu öllu saman og ég er bara ánægður með þetta. Fleiri sem að Arnar Gunnarsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir það með þeim sem hafa komið hérna upp að það er algjörlega komin tími á að við setjumst yfir húsnæðismálin okkar og gerum það markvisst. Það hefur auðvitað ekki verið kannski alveg gott að við höfum ekki haft neitt starfsmann í þessu og í öll þessi ár þá hefur þetta orðið svolítið svona afgangsstærð og ekki gefist tími til að fara í svona heildar endurskoðun á bæði þörfinni, hverjir eru að sækja þær félagslegu íbúðir sem sveitarfélagi á, hvernig hópurinn, eru íbúðirnar sem við eigum að þjóna þessum hóp. Þetta eitthvað sem við þurfum að skoða allt og svo eru auðvitað íbúðirnar í Grænumörkinu. Þetta svolítið sérstakt að þetta eru ekki þjónustu íbúðir og þannig að sko það gætir misskilnings með þessar íbúðir. Þú ert ekki að fá neina aðra þjónustu þarna heldur en þú ert að fá þegar þú býrð í Suðurengi eða hvar þú býrð. Þannig að það er svona, það þarf að skerpa á línum víða í húsnæðismálunum hjá okkur og eins og Eggert talaði varðandi viðhald og það hefur bara því miður ekki verið nógu svona góð yfirsýn. Við höfum ekki haft nógu góða yfirsýn. Hvar við stöndum, hvernig ásökumlega eignirnar okkar eru og hvort að þær eru raunverulega að þjóna biðlistunum sem eru fyrirliggjandi. Af því að þeir eru auðvitað breytast og staðan í samfélaginu breytist. Þannig að það er eðlilegt að við förum í heildar endurskoðun á þessu með reglulegu millibili og ég held bara að þetta sé hið besta mál að fara í þessa vinnu núna. Takk. Fleiri hafa Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúi og tilhörandi, ég glemdi bara einu áðan hérna af því að af því það náttúrulega kom upp hér í fyrra sumar meðal hans hér við Grænumörk sko einhver svona óljós staðum það hvers og hverra það væri að til dæmis að sjá viðhald hér og annað og slátt og annað slíkt og urðu svona deilur það og eldra fólk sem býr hér og eru íbúar hér þurftu svona standa í einhvers konar stappi og sumir misskildu þetta og vissu ekki alveg nákvæmlega hver átti hvað og það er náttúrulega líka svolítið flókið kannski hjá gömlu fólki að vera í einhverju svona sameignar forminu en þetta líka alveg skýrt og greinilega fyrir hver á að sjá hlutin og annað slíkt. Þannig að þetta náttúrulega verður væntanlega hluti af vinnu þessa hóps og svo veit ég það eftir íbúum sem að búa hér í Grænumörk því við erum nú að funda hér í þessu góða húsnæði og þessum frábæra sal sem að við letum byggja hér fyrir nokkrum árum að þá eru þetta líka þetta með viðhald og eins og nefndir að þá er kannski fólki svona hálfpartinn að grenja út hvort það væri nú ekki hægt að laga einhvern svona vask og annað þannig að skerpa öllu þessu. Fyrir sem vilja taka til máls undir þessum lið, svo er ekki. Þá leggjum við fram tillögu 3 manna starfshóp sem verður talið að skoða hvernig þessum málum skuli háttað og vinnur sjálfsögðu kalla til starfsmenn sveitarfélagsins sem á við hverju sinni og tillögunni í þessu starfshóp verði Arnar Gunnarsdóttir,
Tómas Elfur Tómasson og Gunnar Egilsson bæjarfulltrúar. Þess að geta samþykkt takið úr svo gjafamerki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 8. Nú kannski að svipuðu með einhverjum sama meði. Það stofnun húsnæðis sjálfseignarstofnunar sveitarfélaga á landsbyggð. Það tillaga frá 138. fundi bæjarráðs frá 3. febrúar síðastliðinn liður 6. Stofnun húsnæðis sjálfseignarstofnunar sveitarfélaga á landsbyggð. Guðjón Bragason fyrir hönd Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur lýst yfir vilja sambandsins til þess að málið verði unnið hratt. Eðlilegt næsta skref sé að fundargerð umræðufundur um stofnun húsnæðis sjálfseignarstofnunar sem þjóni sveitarfélögum á landsbyggð haldinn 27. janúar síðastliðinn ásamt drögum að samþykktum og öðrum nauðsynlegum kynningagögnum verið send til sveitarfélaga sem áhuga hafa á þátttöku. Verði þau beðin að staðfesta áhuga á þátttöku í stofnfundi HSES sem haldinn verður eins fljótt og verða má. Fram kom á umræðufundinum að það geti verið nauðsynlegt að sveitarfélög eða HSES í eigu þeirra sæki sjálfum stofnframlögin fyrir þetta ár frekar en að ganga út frá því að nýtt HSES sæki framlögin. Bæjarráð vísaði erindum til frekari umfjöllunar í bæjarstjórn. Áður en gef orðið laust þá langar mig að fá að koma því á framfæri að í síðastliðið haust sama tíma og fjármálaráðstefna sveitarfélaganna þá átti ég fund ásamt Gísla Halldóri bæjarstjóra með húsnæðis- og mannvirkjastofnun þar sem var verið að undirbúa þessa stofnun húsnæðis sjálfseignarstofnunar og vorum að kynna okkur það sem sagt aðkomu og að því og eins líka þennan frágang á því sem hefur verið með okkar leigubústað Árborgar SES að ýmist inn eða útur og athugasemdir frá eftirlitsnefndinni og annað því líkt að ganga frá því máli. Og þá kom alveg fram að miðað við fjölda eigna sem að sveitarfélagið á og eru núna í leigubústaðum Árborgar SES sem sjálfseignarstofnun eins og að vera að tala um að stofna á landsbyggðinni, eru það miklar eignir, sem sagt bæði þá fjöldi íbúða og svo fjárhagslega eignir, miðað við lágt skuldahlutfall. Að þar kom fram að við sveitarfélagið væri alveg burðugt og væri jafnvel skynsamlegar hjá því með þennan fjölda íbúða að vera bara að reka sína leigubústaði Árborgar SES heldur en að gangin í svona landsvís. Þar væri fyrst og fremst að reyna að tala minni sveitarfélög með fáar íbúðir og annað þvíumlíkt, en þeirra mat var að staðan hér væri þannig að það væri mikil tækifæri hjá okkur að reka þetta bara sem gott og öflugt félag og ég bara persónulega vil þá lýsa því yfir líka að ég tel að þessi tækifæri sé til staðar og þetta sé líka tækifæri til þess að taka til í þessum eignum, losa okkur við eignir sem eru konur á tíma og henta ekki fyrir þær eftirspurn sem í dag af fjölskyldustærð eða einstaklingum eða pörum og þetta geta rekið sér mjög vel. En orðið laust, Tómas Elfur Tómasson hefur beðið fyrst orðið. Forseti, hér mitt rétt að stíga varlega til jarðar eins og kom fram áðan, þá eru 2 milljarðar inn í leigubústöðum og þarna náttúrulega tillaga það að það verið stofnað konar húsnæðis sjálfseignarstofnun sveitarfélaga á landsbyggðinni og sem eiginlega þýðir það að þetta verður svona eins konar byggðaráð eða eitthvað slíkt og þar með einmitt hætt á því að við töpum sko. Það bara, þú veist, ég er ekki hlynntur því að við förum með þetta inn í einhvers konar samstarf með öðru sveitarfélögum og til rétt að við tökum ekki þátt í þessu stofnfundi, þannig að við verðum ekki stofnfélagar, heldur bíðum og sjá hvað gerist þarna inni. Því að, eins og kom fram, og ég held að veri bæjarráðsfulltrúar og veri líka sammála um það að þetta kom fyrir bæjarráðið daginn og við sendum þetta inn í bæjarstjórn til frekari umfjöllunar að það væri réttast að sitja hjá þarna og fá bara að fylgjast með því að, sem ég segi, það eigum þarna töluversta
eignum í leigubústöðum og það er rétt sem kom fram hérna í máli forseta líka áðan að það væri jafnvel skynsamlegra að við gerðum væri bara með leigubústað afborga sér fyrir okkur hérna í sveitarfélaginu sem að eignastaða þess er góð og að hérna mætti bæta rekstrarstöðuna. Þetta er náttúrulega að reka þetta á núlli og hérna það er það sem við þurfum að stefna en hérna ég myndi leggja til þetta við myndum ekki taka þátt í stofnun á þessu húsnæði sjálfsagnar stofnun landsbyggðarinnar, ekki bíl en þess að Næst Máls Gunnar Egilsson. Forseti bæjarfulltrúar, hvað er að ske? Allir sammála. Já, ég tek undir þetta hérna hjá Tómasi og Helga umhverfismál. Þetta sjálfsagt að skoða þetta. Ekki að segja bara nei, það er alltaf að fylgjast með þessu hvernig þessi mál þróast. Við eigum þessar eignir og ég held að það er eins og það sé alltaf þannig að þegar kemur eitthvað svona stórt félag þá missum við tökin á því og náum ekki að halda utan hluti. Þess vegna er alltaf betra að við séum bara með þetta hjá okkur sjálfum og ég held að sé alltaf miklu markvissara. Við teljum það, allavega í bæjarráði töldum við það og það var heilmikil umræði hjá okkur þetta og vísa þessu svona inn til bæjarstjórna til svona umræðu. Að fólk að þetta fari ekki bara í gegnum bæjarráð, ok, gerum þetta, en þá þarf að ræða þessi mál. Þetta er dálítið flókið mál, mörguleiti vegna þessa, eins og við sjáum hérna, ég veit ekki hvort þetta sé á mörgum sveitafélögum, þar sem við erum með svona eldri borgara íbúðu sem við leigjum og svo aftur félagslega íbúður. Oftast er þetta bara annarkvæmt er þetta félagslega íbúður. Þetta er í rauninni þetta félagslega íbúður. Það er sko, þetta er dálítið svona þetta er eiginlega alveg sitt hvað í raun. Þess vegna viljum við bara vanda vel til í þessu máli bæði umræðu þetta hvernig við höndlum þetta húsnæðisstofnunarfélag hjá Mannvirkjastofnun og eins það að eins og við vorum að vísa núna til að hérna setja starfshópur þetta til þess að fylgjast með þessu. Að skoða þetta, hvað er best að gera. Og ég styð það alveg heilsugar að bara við skulum bara sitja hjá og fylgjast með hvernig þessi mál þróast. Við getum alltaf að fara inn í þetta ef okkur líst þannig á eða nýr bæjarstjórn vilji gera það. En það er stutt í það. Það er nú ekki nema 2 að 3 mánuðir í þetta, í kosningar. Svo er það mars, apríl, maí og það er þetta bara mjög gott að mér finnst á þessu tímum að vera að taka miklar ákvarðanir akkurat svona síðustu daga, síðustu mánuðina. Finnst mér vera dálítið svona finnst að vera að bíða dálítið með það til næstu bæjarstjórnar að gera það. Áður en ég hleypi bæjarstjóra Gísli Halldór þá vil ég bara bæta því inn í aðeins að því við vorum að ræða þetta með starfshópinn í 7. lið að ég held að það líki alveg ljóst fyrir að þau munu náttúrulega í því sinni vinnu velta þessu upp því að þetta er að sama meiði eignirnar okkar annað því að lít. Gísli Halldór, gjörðu svo vel. Forseti, það kom fram á fundi okkar með Húsnæðis- og mannvirkjastofnun í haust að þar sem að leigubústaðir Árborgar CS voru stofnaðir fyrir setningu lagana hennar Eyglóar félagsmálaráðherra sem það var heldur 2014 frekar en 15 að þá eru leigubústaðir Árborgar CS að gilda félagið
þær sömu reglur og gilda HSS eða húsnæði sjálfseignarstofnun. Þannig að í öllum skilningi virkar leigubústaðir Árborgar eins og húsnæði sjálfseignarstofnun sem einmitt það sem að þessi stofnfundur snýst sem hér rætt Þetta mjög góð hugmynd sem að húsnæðis- og mannvirkjastofnun að vinna að útbúa að koma á fót svona landsdekkandi húsnæðis sjálfseignarstofnun og mun án efa nýtast fjölmörgum smærri sveitarfélögum við að ráðast í það verkefni að byggja íbúðir með stofnframlögum. En í anda þessar umræðu sem hér hefur fyrir fram þá hef ég upplýst Guðjón Bragason þær aðstæður sem hér eru að við séum með þetta stóra félag leigubústaða Árborgar sem við viljum núna endurskoða og endurskipuleggja og halda fókusnum á. Þannig að við sjáum okkur ekki sérstaklega ástæðu til að taka þátt í stofnfundi slíkt félag. Það verður reyndar nánar kynnt á Bæjarráðsfundi á morgun, tímasetning þess stofnfundar. En hins vegar upplýsti ég Guðjónum að auðvitað ef að einhverjir aðrir sæju sérstakt tilefni til þess að Árborg yrði þáttakandi þá værum við ekkert frábitin því að ræða það mál en við vildum hins vegar fyrst og fremst bara halda fókus á leigubústöðum Árborgar og sæjum ekki ástæðu til að verja tíma í stofnun þessa landsdekkandi félags að sinni, minnsta kosti. Ari Björn Þórarinsson gjörðu svör. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Ég nú alveg sammála ykkur það sem fram hefur komið hérna í þessu og þetta þegar maður les þessa fundagerð sem liggur þarna fyrir að þá kannski rekur maður augun í það að það nú raun og veru bara eitt sveitarfélag sem svona eitthvað samsvarandi okkur sem ætlar að vera sýnilega með, sem Akranes. Þetta kannski ykkur sem ekki búin að taka ákvörðun hvað þau gera önnur félög á svæðinu en mér þætti skrítið ef að félagar okkar hér í vestri, tvö sveitarfélög sem eru hér vestan Ölfusár, ef að þau ætla ekki að vera með, þau hafa nú verið fræg fyrir það að eiga ekkert félagslegt húsnæði og ég held að þetta veri okkur tækifæri fyrir þau að vera með til að koma upp sér félagslegu húsnæði. En við sem hér erum að vitum það að sveitarfélagið Árborg auðvitað kannski ekki bætt mikið við okkur á undanförnum árum en allavega á einum tíma vorum við vel sett með félagslegt húsnæði en auðvitað má alltaf gera betur og við öllum raun og veru einmitt eins og kom fram hér áðan að við skipa starfshóp það að fara í heildarendurskoðun á þessu kerfi hjá okkur. Ég held að það sé bara heillavænlegt að bíða og sjá til hvernig staðan verður. Nú, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið og búið að eiga sér stað ágætis umræða þetta og þá held ég að það sé bara spurningum að bera upp tillögu það að svo stöddu þá samþykki bæjarstjórnar sveitarfélags Árborgar verði ekki með í stofnun á þessu eins og staðan núna þó að hún geti þá breyst seinna menn gangi inn í það. Þeir sem samþykja það ekki úr þess að gefa merki. Samhljóða. Þá eru komin liðum í 9. dagskráni, það vatnsöflun frá Kaldárhöfða. Það tillaga frá 58. fundi eigna- og veitunefndar frá 9. febrúar síðastliðinn, liður 2. Vatnsöflun frá Kaldárhöfða, minnisblað Eflu verkfræðistofu, Kaldárhöfði, Árborg. Vatnsveita. Lagt fram til kynningar. Árborg, Grímsnes og Grafningshreppur og Flóahreppur skoða nú fýsileika þess að hefja vinnslu á köldu neysluvatni við Kaldárhöfða við Efrasog. Allmiklar lindir eru staðsettir í landi Kaldárhöfða og rennsli þeirra mikið, alltaf 1-4 rúmmetrar á sekundu. Er að mögulega framtíðarlausn á Kaldársöflun fyrir sveitarfélagið Árborg og nágrannasveitarfélög. Nefndin leggur til við bæjarstjórn og stofnað verði starfshópur til að leiða verkefni og viðræði við framkvæmda hagsmunaaðila verkefnisins. Orðið laust, Tómas Elfur Tómasson.
Forseti, já, hér erum við að ræða þessa hugsanlega mögulegu vatnstöku í Kaldárhöfða. Kannski byrja að leiðrétta eitt sem stendur þarna í þessari minnisblaði, eða það verkkaupi á þessari skýrslu eru öll þessi sveitarfélög sem munu skipta kostnaði skýrslunar á milli sín. Það er Árborg, Grímsnes og Grafnings og Flóahreppur. Ég tel það mjög vert að skoða þetta mál með alvarlega og einmitt að taka þátt í að ræða við þessi sveitarfélög þessa mögulegu vatnsöflun. Það er óhemju mikið af köldu vatni þarna, góðu vatni, og þetta er líka ríkisjörð sem að mögulega hugsanlega vatnstaka yrði. En lagnarleiðin og slíkt, hvað kostar náttúrulega skildingin? Þetta eru samkvæmt þessari kostnaðaráætlun sem kemur hana fram með einhverjum 2 milljarðar króna sem þú skiptast á niðra sveitarfélögin. Svona væntanlega 2/3 sem myndi lenda sveitarfélögin Árborg. Þannig að þetta er alveg möguleiki til framtíðar, því að það er alveg spurning hvað við getum aflað mikið vatns sunnanmegin í Ingólfsfjalli, og þá hafa menn kannski verið að horfa í norðurhluta Ingólfsfjalls, þar sem er nú eitthvað af vatni líka. Þá erum við komin, ég segi nú ekki alveg halva leið, en við erum komin ansi langt í áttina að Kaldárhöfða, og ég tel það mjög verkefni að setjast niður með þessum sveitarfélögum og athuga þennan möguleika mjög vel, því að þarna er reynsli frá 1,4 rúmmetra á sekúndu, 1000 til 4000 lítrar á sekúndulítrar af vatn. Þetta er spáið í að ná öllu þessu vatni þetta niður eftir, hvað mögulegan er miklu varandi bara atvinnumöguleika, matvælavinnslu og slíkt. Þannig að ég tel að mjög vert að skoða þetta, og það mögulega gætu líka þetta henta Hveragerðisbæ. Það er ekki löng lagnarleið þá frá úr þessari leiðslu og yfir til Hveragerðis, þannig að þetta er mjög jákvætt að við séum að skoða þetta, og ég fór nú á síðasta ári að kíkja á einmitt þessar lindir, og þetta er eiginlega alveg ótrúlegt að sjá þetta, hvernig þetta kemur líka bara upp úr jörðinni, lindirnar. Þannig að þetta eru lindir þarna sem að hús geta, hvað maður segja, annað vass notkun og hér á bara þessu svæði til næstu 100 ára. Þetta er lengt, þannig að þetta er óhemju mikið af vatni. Þannig að þetta er stiða heilshugar að við setjum á stað starfshóp til að ræða við þessi sveitarfélög, setjast niður með þau. Þeir eru mjög áhugasöm þetta, minni sveitarfélögin. Það kemur til dæmis þessi lagnarleið kæmi Grímsnes og Grafningshreppi mjög vel. Við vitum af vanda Flóahrepps, við erum að skaffa þeim vatn, og eins og ég segi, það er möguleiki líka því að Hveragerðisbær getur komið að þessu. En þetta er mjög jákvætt mál. Orðið er laust ef fleiri vilja ræða þessa tillögu. Gunnar Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúa tilnefndur, já. Við vissum af þessu, við skoðum þetta 2014, skoðum við þetta er búið að vita nokkuð veginn lengi af þessari lind, þetta er ekkert nýkomið, en það hefur átt að staðið dálítið í mönnum þessi kostnaður, og það er sjálfsagt að skoða þessi mál. En við eigum auðvitað, það er Árbæjarlindin, við þurfum að komast í hana, það hefur gengið illa að semja með mennum það mál, en það hlýtur að koma á endunum, það er talsvert af vatni, 100 sekúndulítrar, og
Síðan erum við með það að þegar við vorum að skoða þetta út af kostnaðarlega séð þá skoðuðum við þetta norðan í alvöru landinu og svo í Hlíð held ég að hafi verið líka í norðan í Ingólfsfjöll. Hálsi. Þetta er ekki það sem að Kári, það er Hlíð það sem að Kári á. Og hérna vorum búin að skoða þessi mál þar kemur vatn úr Þingvallavatni, eða talið að komi þaðan og vatnið úr Þingvallavatni kemur úr Langjökli. Þetta er mjög gamalt vatn sem kemur niður og eins í Kaldarhöfðunum þá er þetta að koma þarna ofan að og þetta er sjálfsagt að skoða þessi mál en þetta er auðvitað bara stór kostnaður, það þarf auðvitað að vera aðeins á og þetta er svo Tómas Elliot, ég tek alveg undir það að þetta getur gert, við getum farið í marga framkvæmdir gagnvart ef þú hefur nóg vatn. Þetta hjálpar, getur verið atvinnustarfsemi í kringum þetta og þetta er gott vatn, það er búið að rannsaka það var rannsakað, þetta er gott vatn og sem skiptir gríðarlegu máli eins og við erum mjög heppin með þetta hér, það er gott vatn hérna og það er ekki hverju stað sem við höfum svona mikið vatni eins og við höfum núna eins og þetta hefur alveg sloppið vel til hjá okkur eftir að við boruðum 9 hólurnar hérna niður upp í fjalli. En það er kannski líka gott að vera með þetta fleiri en einu stað ef eitthvað kemur upp á. Það er það sem skiptir út í mál. Bara öryggislega séð gagnvart mengun. Þá er bara skipað starfshóp vatnsverksmiðju. Nei. Tómas Elliot Tómasson beðið orðið. Forseti, ég ætla að hafa bara örstutt hérna. Við höfum náttúrulega verið að vita þessu lindum í einhver tíma sko. Og það er rétt sem að kemur hérna fram í máli Gunnars að hérna sko við verðum að vera allan að koma með einhver plön sko hérna vatnstöku á öðrum stöðum heldur en það sem við erum að taka í dag líka bara öryggisins vegna. En það sem ég ætla kannski að bæta við hér er það að hérna eins og ég segi þess að kostnaður náttúrulega er mjög hár að leiða þetta vatninga niður til. Það væri kannski líka möguleiki sko að ræða kannski við aðra hagsmunaaðila sem að það er ekki bara sveitarfélögin, þetta eru líka matvælaframleiðendur og aðrir sem getur mögulega komið að þessu, mögulega vatnsverksmiðja, ég veit það ekki, bara til að taka þátt í kostnaðinn við þessa blöð. Þetta er, þannig að hvort það væri möguleiki svona sem dæmi til að lækka kostnað íbúana við þessa lögn er það að einhver fyrirtæki, einhver slíkt tæki þátt í þessum kostnaði og til að setja upp hérna atvinnustarfsemi. Þannig að við verðum bara að vera mjög opin fyrir öllum hugmyndum. Það væri alveg meira að fá þetta vatninga niður. Og þetta er eins og komin í máli fram í máli Gunnars áðan og þá hérna á eiginlega farið ekkert betra vatn heldur en þetta sem er þarna, kemur á Þingvallavatni og Langjökli. Og hérna það er ekkert að hafa þetta lengra. Það var bara þetta, það getur rætt við fyrirtæki og aðra til að koma að kostnaði. Fleiri hafa ekki beðið orðið, þannig að fyrir liggur að afgreiða þeirra tillögu að starfshóp. Og það liggur fyrir tillögu í þessum starfshóp sitji Gunnar Egilsson bæjarfulltrúi, Sigurjón Vídalín Guðmundsson og Tómas Elliot Tómasson. Og þeir að sjálfsög eins og aðri starfshópar kalla til sín og starfa með starfsfólki í sveitarfélaginu á við hverju sinni og ég beini því til bæjarstjóra að það verði búið til erindisbréf fyrir þennan starfshóp, þannig á fyrsta fundi þá liggi fyrir hvert hlutverk hans er. Þeir sem geta samþykkt þennan starfshóp gefur svo geðmerki, samþykkt samhljóða. Þá eru komin að 10. liði dagskránni, það er viðauki við fjárhagsáætlun 2022, viðauki númer 1
Það viðauki í málaflokki 04, fræðslu og uppbyldismál, tónlistarskóli Árnesinga, að hækkun á framlagi vegna kjarasamninga tónlistarkennara sem tóku gildi 1. janúar síðastliðinn, samtals 8.968.000 á þessu ári. Það ekki okkar hlutur í þessum framlögum þar. Orðið laust þennan viðauka. Þegar nú þeir sem samþykkja þennan viðauka gerur svo gefa merki. Einhver á móti. Samþykkt með 8 atkvæðum, 1 bæjarfulltrúi situr hjá, Ari Björn Thoroddsen. Þá erum komin að lið númer 11 í dagskránni, það aðildar rammasamningur Ríkiskaupa. Tillaga að leggja til að bæjarstjóri veitt umboð að sækja aðildar rammasamningur Ríkiskaupa í þeim tilvikum sem slíkt hagstætt fyrir sveitarfélagið. Ég ætla að biðja bæjarstjóra Gísla Halldór Halldórsson að fylgja þessu úr hlaði og kynna hvað á bakvið þessa tillögu og þetta minnisblað. Gjör svo vel. Forseti, það hérna ítarlegt minnisblað sem fylgir til að skýra út ýmsa þætti málsins, en í megindráttum það þannig að það hefur ýmislegt breyst í starfsemi Ríkiskaupa, gjaldskrá Ríkiskaupa og eins í þeim kröfum sem ýmis lög, reglur og alþjóðasáttmálar gera til okkar varðandi innkaup. Frá þeim tíma sem sveitarfélagið Árborg hætti aðild að rammasamningi Ríkiskaupa. Þetta var til umræðu hér einhvern tímann í kringum lok síðasta kjörtímabils eða upphaf þessa kjörtímabils, líklega lok síðasta kjörtímabils, og þá þóttu þau kjör sem Ríkiskaup buðu vera of dýr og óhagstæð. Núna hefur hins vegar ýmislegt breyst og það sem að hér ræðir að ganga inn í hluta af rammasamningum Ríkiskaupa. Þetta er ekki samningur alla þætti starfsemi sveitarfélagsins, heldur núna verið að hugsa fyrst og fremst kaup á tölvubúnaði annars vegar og hins vegar kaup á rafmagni. Og þetta af því að sviðsstjóri mannvirkja og umhverfissviðs sér mikinn hag í því að komast inn í gildandi rammasamninga Ríkiskaupa rafmagnskaup og telur að hægt sé að ná umtalsverðum sparnaði þar, þannig að við viljum prófa það eins fljótt og mögulegt og eins varðandi kaup á tölvubúnaði, þá lokast gluggi núna í apríl fyrir okkur, þannig að við myndum þurfa að ganga inn þann samning fyrir þann tíma til þess að ná því kjörum sem nú í boði og áhugi fyrir hjá upplýsingadeildinni okkar að geta náð. Með þessari aðild að þessum tveimur þáttum að þá myndum við jafnframt geta prófað okkur áfram, kannað hversu hagfellt þetta okkur og skoða betur hvort að aðrir þættir okkar innkaupa væru betur komnir með aðild að Ríkiskaupum, rammasamningum Ríkiskaupa. Þannig að það má segja að þetta sé pröfuverkefni þar sem við erum að dýfa tánni í vatni til að finna hvort það sé mátulegt og sjáum okkur klárlega haga því að byrja á þessu tveimur verkefnum. Gísli, orðið laust. Ari Björn Thoroddsen, gjörðu svo vel. Já, forseti, góður bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Þarna fór Gísli yfir kostina á að fara inn í þessi tvö verkefni og þá langar mig kannski aðeins að spurja hann hvort að hann telji það mun betra að fara inn í þennan rammasamning heldur en að raun og veru bara bjóða út þessi verkefni eins og rafmagnið
við þessi innkaup á tölvum og eins langar mig að spurjast fyrir innkaupa fulltrúa sem var nú raun og veru mál sem að var rætt strax í upphafi þessa bæjarstjórnar og var nú eitt af stefnumálunum hjá sumum flokkum. Hver er staðan á því máli að ráða innkaupa fulltrúa fyrir sveitarfélagið? Gísli Halldór, gjörðu svo vel. Forseti, ég tel að jafnaði sé það hagkvæmara eins og staðan er í dag að ganga inn í þessa rammasamninga. Við sjáum okkar augljósan hag á því í þessum tveimur þáttum. Það er auðvitað aldrei hægt að útiloka að það séu til eitthvað frávik þar sem að í einstökum tilfellum maður gæti náð betri kjörum með því að versla beint eða fara í sérstakt útboð. En eins og málum hefur verið háttað hjá Ríkiskaupum undanfarin síðustu ár að þá tel ég að heilt yfir og að jafnaði sé það hagkvæmara en ég myndi samt ekki vilja fullir það fyrir við erum aðeins búin að máta okkur betur við þetta og skoða þetta enn betur. Varðandi innkaupastjórann þá er auglýsingu lokið eftir umsækjendum að því starfi og það bárust 20 umsóknir og megnið af þeim mjög sterkar umsóknir. Þannig að við erum hæstánað og munum nú vinda okkur í að ljúka við ráðningarferlið. Takk fyrir Gísli. Mér langar aðeins að bæta bara við örlítið inn í þessu umræðu að koma aðeins fram hjá Gísla en það er að Ríkiskaup hafa breyst alveg svakalega mikið á undanförnum árum og orðið ofboðsleg þróun hjá Ríkiskaupum. Og áður fyrir var það eiginlega þannig að þú varst bara aðili að Ríkiskaupum og þar með varstu bara aðili að öllu sem að Ríkiskaup samdi hvort sem er líka betur að verð. En nú er þá að búið upp á það að gerast aðilar ákveðnum flokkum þannig að þú ert ekki skyldur að ganga inn í alla samninga, þú getur verið utan við þá til dæmis í matarkaup eða hreinlætisvörur og svo framvegis en nýta þá aðra flokka og heildina þar. Og það gefur augaleið með alla þær stofnanir og annað sem eru aðilar að Ríkiskaupum í dag og sveitarfélög að það er meiri hagur eða ávinningur hjá aðilum að bjóða góð verð eftir sem fleiri eru þarna inni og þeir gera ráð fyrir meiri sölu. Og svo er ýmislegt eins og örútboð og ýmislegt annað þjónusta sem að fylgir þessu sem að hægt er að fá hjá þeim. En orðið er laust þetta, Tómas Óli Tómasson. Forseti, já, það er rétt sem hefur komið fram í þetta máli forseta að það hefur orðið gleðileg þróun í þessu rammasamningum síðastliðin ár, náttúrulega vegna óánægju líka þeirra aðila sem að voru þátttakendur í rammasamningunum og sveitarfélag Árborg var þáttakandi í rammasamningunum til 2011 eitthvað slíkt sko. Þá gilti það náttúrulega líka þá að ef þú varst aðili að rammasamningnum þá máttir ekki versla neitt út fyrir það. Og skiljanlega óánægja með það, en ég veit svo sem að sveitarfélög voru að versla töluvert út fyrir rammasamningana, þannig að voru það meira að brjóta samningin. En með þessu að það sé hægt að taka þátt í hluta rammasamningana eins og kom fram með rafmagnskaup og í þjónustu á sviði hvað kallar þetta nú? Þetta er eitthvað voðalega fancy nafn sem við erum að
þessari tölvuþjónustu og slíku sko. Þannig að ég tel alveg rétt allt í lagi að taka þátt í þeim tveimur samningum því að það er náttúrulega líka það sem hefur breyst hjá sveitarfélögunum að reglur og lög og reglugerðir eru miklu strangari og stífari gagnvart því að öll útboðsgögn og annað slíkt séu í lagi, þannig að það er meiri hætt á því í dag að útboð og annars séu kærð vegna þess að nú við erum komin inn í miklu meiri kassa heldur var áður og þó að við séum að taka þátt núna í þessum kannski tveimur málum eða tveimur rammasamningum að þá gildir það alveg að við þurfum á innkaupastjóra til að halda, innkaupafulltrúa til að halda líka utan alla samningana sem að við ekki bara þessa samninga, þetta er líka samninga bara við önnur sveitarfélög og aðra þjónustu samninga, svona sambandi við sorphirðu til dæmis og fleira, og akstur og fleira, þannig að ég tel alveg rétt að fara eftir tillögu eða óskum sviðsstjóra mannvirkja og í hvað heitir hún, Sigríðar og taka þátt í þessu tveimur samningum. Fleiri sem vilja ræða þessa tillögu, svo ekki, þá ber ég hann upp þess að geta sæðið þannig að gjöru svo ekki að merki. Einhver á móti, hún er samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4 atkvæðum fulltrúa D-lista. Þau sitja hjá, þeir sitja hjá, rétt. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 12, breytingar á samþykktum með stjórn og fundarskóð sveitarfélagsins Árborgar. Það komið til 3. umræðu eða því var frestað á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það eru 3 breytingar sem ræða, renni yfir þær hér. Það er annars vegar breytingu í 1. grein samþykktanna verði kveðið á að bæjarstjórn sveitarfélags Árborgar sé skipuð 11 bæjarfulltrúum í stað 9 og verður þá 1. grein svohljóðandi að bæjarstjórn sveitarfélags Árborgar er skipuð 11 bæjarfulltrúum sem kjörnir eru lýðræðislegu kosningu og íbúum sveitarfélags samkvæmt lögum kosninga til sveitarstjórna. Önnur breytingin er sú að í 1. málsgrein 8. grein samþykktanna verður orðin í ráðhúsi Árborgar og austur við 2 Selfossi felld brott og verður 1. málsgrein 8. grein svohljóðandi bæjarstjórn Árborgar heldur reglulega fundi bæjarstjórna 3. miðvikudag í mánuði kl. 17. Við höfum ekki verið að fara eftir þessu og erum meðal annars ekki í ráðhúsi Árborgar í dag. Síðan 3. breytingin er að 14. grein samþykktanna orðið svo bæjarfulltrúar er heimilt að taka þátt með rafrænum hætti í fundi sveitarstjórnar og nefnda og ráða á vegum sveitarfélagsins. Þegar bæjarfulltrúi tekur þátt í fundi með rafrænum hætti skal hann vera staddur í sveitarfélaginu eða í erindagjörðum innanlands á vegum sveitarfélagsins. Öðrum kosti skal varamaður boðaður á viðkomandi fund. Tryggja skal jafna möguleika allra fundarmanna til þátttöku á fundi og í atkvæðagreiðslu, óskipta möguleika þeirra til að fylgjast með því sem þar fer fram og öryggi samskipta milli fundarmanna. Fulltrúar í nefndu sveitarfélags hafa sömu heimildir og bæjarfulltrúar samkvæmt 1. grein. Framkvæmd fjarfunda að öðru leyti gildir auglýsingum leiðbeininga ritun fundargerðar sveitarstjórnar samanber 2. málsgrein 19. grein sveitarstjórnarlaga. Þetta eru þessar 3 breytingar sem liggja fyrir. Orðið er laust. Gunnar Egilsson gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar tilnefndir. Já, það kom að því. Þessi umræða var núna í desember þetta að fjölga bæjarfulltrúum. Ég er ekki sammála þessu og eins og forseti fór fram að þetta sé lög. Þú hefur 2 kjörtímabil til að laga þetta til. Og þú þarft ekki að gera þetta núna, þú getur gert þetta næst.
og ég tel þetta miða við hvernig staða sveitarfélagsins er. Þetta er aukið kostnaður. Talsverður aukið kostnaður og ég ætla nú ekki að fara að tína upp það sem var sagt á síðasta fundi en við ræddum þetta hérna fram og tilbaka. Síðan heldum við fund bæjarfulltrúar kaup og kjör bæjarfulltrúa. Og ég vissi ekki betur en það að þar hefði við verið svona að ræða þessi mál fram og tilbaka. Svona einhugur það. En þetta virðist alltaf að vera á sama bókinu lagt að þessi meirihluti hérna hafi virðist alltaf að koma með svona sprengjur alltaf endalaust til þess að setja ofan í og veita úlfúð hjá hinu bæjarfulltrúa. Þetta hefur nú verið þannig að þetta kjörtímabil, svo við bara ræðum það, þá hefur þetta þannig verið. Á síðasta kjörtímabili þá voru bæjarfulltrúar minnihlutans alltaf með í öllum ákvörðunum og fengu að vita alla hluti. Aftur á móti, þegar þessi meirihluti tók við, á degi 1 hefur minnihlutinn ekki fengið að koma nálægt neinum ákvörðunum. Það er bara þannig. Við getum alveg vitnað í þetta fram og tilbaka. Það er bara þannig að það hefur verið, við skulum ekki gleyma því, að við erum með tæplega 40% fylgja bakvið okkur. Og við fáum getum eitt en eitt að ráða að ræða málin eitt. Það er þannig, verið þannig, það var ekkert samráð eða ræða þetta mál áður en þetta kemur upp. Ekkert. Eins og allt annað sem þessi meirihluti hefur sýnt. Hroka og yfir hérna með frekjugangi yfir. Þetta er mjög slæmt. Við teljum það að þetta sé ekki rétt leið. Menn komu hér upp og sögðu þetta verið lýðræði. Já, lýðræði, ég benti á það. Lýðræði var það að breyta þessum samþykktum að 2/3 fulltrúa þyrfti að breyta hérna samþykktu sveitarfélagsins. Það er lýðræði. Það er lýðræði. Þetta er ekki lýðræði. Og ég held að þetta sé ekki vanlegt. Ég heyri það út í samfélaginu og fólk er ekki sátt við þetta. Langt frá því. Ekkert í mínu flokki, öðrum flokki, ykkar flokki. Það er bara svo þess. Fólk spyr til hvers? Við erum nýju hérna. Ég ætla ekki að rífast yfir þessu meiri eða peksa. Mér finnst þetta bara rangt. Fjölga bæjarfulltrúum aftur á móti samþykki hinar tillögurnar og ég held að það ætti að bera þetta upp hverja tillögu fyrir sig. Og ég legg það til forseta að hann komi upp og taki þessar 3 breytingar hverja og eina á sér. Fyrir. Arnheiður Gunnarsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, ég óska eftir að fá að lesa með leyfi forseta greinargerðina sem að fylgdi með tillögunni fjölgun fulltrúa í bæjarstjórn Árborgar. Það segir í sveitarstjórnarlögum í 11. grein að fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn
skal standa á oddatölu og fjöldi fulltrúa í sveitarstjórn skal ákveðin í samþykkt samkvæmt 9. grein og skal vera innan þeirra marka sem ég segir. Númer 1, þar sem íbúar eru undir 2000, þar eru 57 aðalmenn. Númer 2, þar sem íbúar eru 2000 til 9.999, 7 til 11 aðalmenn. Númer 3, þar sem íbúar eru 10.000 til 49.999, 11 til 15 aðalmenn. Þar sem íbúar eru 50.000 til 99.999, 15 til 23 aðalmenn. Og þar sem íbúar eru yfir 100.000 eða fleiri, 23 til 31 aðalmenn. Og svo kemur þarna þrátt fyrir ákvæði fyrstu málsgreinar ekki skylt að fækka eða fjölga aðalmennum í sveitarfélög fyrir en íbúatala hefur verið hærri eða lægri en viðmiðunarmörk í 4 ár samfellt talið frá næstu áramótum eftir almennar kosningar til sveitarstjórna. Og það er eins og kom fram hjá Gunnar áðan, það má bíða 1 kjörtímabil með þetta, en svo erum við skyldug til að gera þetta. En frá upp ás 2020 hefur íbúafjöldi í sveitarfélaginu Árborg verið yfir 10.000 íbúar og er nú að nálgast 11.000 íbúa. Okkur vantar bara örfáa íbúa upp í að verða 11.000. Fjöldi kjörinna fulltrúa hefur frá því að sveitarfélag Árborg var til eftir sameiningu 4 sveitarfélaga verið 9 aðalmenn eða í miðmörkum þess sem kveðið er á í lögum. Það er öllum ljóst að aðstæður frá því að sveitarfélagi var til árið 1998 þegar íbúar voru helmingi færri eða 5.500 og fram til dagsins í dag hafa breyst mikið. Stóraukin verkefni hafa verið færð til sveitarfélagana frá ríkinu á undanförnum árum sem kallar á enn meiri vinnu kjörinna sveitarstjórnarfulltrúa. Með tillögum fjölgun fulltrúa í 11 er verið að fara í minnstu fjölgun fulltrúa samkvæmt núgildandi sveitarstjórnarlögum. Í ört stækkandi sveitarfélagi með mikilli fjölgun íbúa fjölgar þeim verkefnum sem kjörni fulltrúar þurfa að takast á við og er það mat undirritara að verkefnum kjörna fulltrúa muni fjölga enn frekar á næsta árum. Fjölgun bæjarfulltrúa tryggir að nefndir og ráð sveitarfélagsins verði hægt að manna í meira mæli með aðalfulltrúum í bæjarstjórn en slíka tengingar nefnda við bæjarstjórn geta greitt mjög fyrir afgreiðslu mála og betur tryggt að stefna bæjarstjórnar og nefnda sé vel samræmd. Með fjölgun bæjarfulltrúa aukast líkur á að kjörni fulltrúar endurspegli enn frekar þverskurð íbúa í fjölkjarna sveitarfélagi eins og okkar. Aukna líkur er á nánara sambandi milli íbúa og kjörna fulltrúa þar sem fleiri tengingar skapast við samfélagið. Sveitarstjórnarstigið er lýðræðislegu vettvangur og er kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum ætlað að endurspegla vilja og rödd íbúa. Eftir því sem íbúum fjölgar og fjölbreytileikinn eykst í samfélaginu er mikilvægt að bæjarstjórn tryggi tækifæri sem flestra til þess að láta rödd sína heyrast. Að fjölga bæjarfulltrúum úr 9-11 mun óhjákvæmilega hafa einhvern aukinn kostnað í för með sér en er ekkert öðruvísi en margar aðrar ákvarðanir þar sem starfsfólki eða verkefnum er fjölga til að þjónusta íbúa sveitarfélagsins enn betur. Fjölgun á bæjarfulltrúum er aukið lýðræði. Takk. Máls Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það er svo sem rétt það sem að framkom hjá bæjarfulltrúa Gunnari Eysteinssyni áðan að það hefur ekki oft verið mikið samráð á þessu kjörtímabili sem nú er brátt að ljúka. En það gerðist þó það skemmtilega núna fyrir nokkrum vikum síðan að það var boðað til fundar, samráðsfundar málefni bæjarstjórnar utan dagskrárfund þar sem fórum yfir svona eðli og inntak þessa starf sem við erum nú að rækja og skylda og sinna af skyldu okkar við bæjarbúa og það var að mörgu leyti gagnlegur fundur og farið yfir ýmislegt sem að skiptir máli þar. Meðal annars var nú rætt eins og Gunnar nefndi hér áðan möguleg kaup og kjör, það eru þetta staðreynd að það hefur verið litið frá viðmiðunum þingfararkaup á sínu tíma og ekkert verið gert í því síðan. En ég kom ekki hingað til þess að kvarta yfir kaupinu, ég
það er eiginlega annað að við vorum svona að ræða í vítt og breytt eðli og inntak þessara starfa sem við erum að sinna hér, kjörnir fulltrúar, og þá auðvitað líka varðandi þær skyldur sem okkur ber að inn af hendi í þágu bæjarstjórnar og íbúana og ýmislegt annað. Og ég skildi það þannig þá á þeim fundi að til stæði að komast til botns í því og leggja fram einhverjar tillögur í þeim efnum áður en að lengra yrði haldið og við gerum það meðal annars í samhengi við mögulega fjölgun fulltrúa í bæjarstjórn úr 9-11. Það kann vel að vera og kann ekkit vel að vera, það er staðreynd að það kemur að því að við þurfum að fjölga bæjarfulltrúum, það liggur fyrir. Ég hefði haldið að það væri miklu eðlilegra að hinni vinnunni væri lokið fyrst og við myndum klára að skilgreina þetta verkefni sem er að verða bæjarfulltrú og hverju væri okkar skyldur. Og svona lögformlega, það er í frekar lausum reipum og í lausu lofti hverjar þær í raun og sann eru og hvaða skilgreiningum má setja yfir það hvað bæjarfulltrúa ber að gera. Getur hann sagt nei vegna þess að hann er í sinni aðalvinnu, ef hann er beðinn að koma fyrir hönd bæjarins og fleira, það þarf að skilgreina þetta allt saman. Og ég taldi það þannig og skildi það þannig að það væri verkefnið að klára það fyrst áður en þið farið út í það að fjölga bæjarfulltrúa. En eins og fyrir daginn og eins og Gunnar hefur komið hér upp og nefnt áður að þá er þetta nú með svipuðu sniði eins og verið hefur síðastliðin 4 ár og er það dapurlegt. Gunnar Egilsson hefur orðið. Bæjarfulltrúar, já. Ég ætla að vísa þetta spurningu til hennar Örn. Hún kom inn á þessa fínu grein sem hún skrifaði sem hún kom með og lasu lýðræði. Náttúrulega aðeins að spyrja þig Arna, hvað var það sem gerði þá breytingu hjá þér á hugsun að þegar við gerðum þá breytingu á samþykktu sveitarfélagsins að það þyrfti 2/3 bæjarfulltrúa til þess að gera breytingu á samþykktu sveitarfélags. Þess að þetta voru 9, þú þurftir 6 bæjarfulltrúa til þess að gera breytingu. Þið tókuð þetta úr sambandi strax en ég óskaði að spyrja að því, er það ekki dálítið mikið lýðræði? Ég heyri það dálítið á þingmönnum að menn sjá það að þetta sé lýðræði, að það þurfi 2/3 að fólk sé sammála að gera breytingar, stóra breytingar í sveitarfélaginu. Ég spyr Örnu, er það ekki lýðræði? Það fyrir að gefa aðra Bjarni Thorarensen orðið þá langar nú bara að út á orðum bæjarfulltrúa Kjartans Björnssonar varðandi skyldur bæjarfulltrúa að þá er það náttúrulega í samþykktum sveitarfélagsins hverja þær eru 19. grein. Bæjarfulltrúa ber skylda til að taka þátt í öllum bæjarstjórnarfundum og fundum í nefndum og ráðum sem hann hefur verið kjörinn til nema hann lögmætt forföll hamli. Og seinna hverju bæjarfulltrúa er skylt að inna hendi störf sem bæjarstjórn felur honum og varða verkefni bæjarstjórnar. Bjarni Thorarensen, gjörðu svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Það er nú svona mestu komið fram sem að hjá þeim sem hafa tekið hér til táls sem að ég hefði nú vilja ræða, en ég hélt að við hefum nú kannski misskilningur í mér sammála það, að kannski tjáðu með sér nú ekkert mikið það, en Gísli tjáðu sig allavega það og ég tjáðu mig það og fleiri, að hafa 2 bæjarstjórnarfundi í hverju mánuði.
það væri orðið þörf á því og ég saknaðist þá að sjá það ekki í þessum breytingum og það vita kannski allir mína afstöðu til þess að ég til þetta enga þörf á þessu strax að fjölga bæjarfulltrúum og held að það sé að við séum að stíga bara óheilla skref við það að fjölga þeim í dag ef að þetta fer sem horfir eftir sem að ég er svona skynja en ég bara hvet bæjarfulltrúa að fella þessa tillögu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessari tillögu. Arna Ýr Gunnarsdóttir. Forseti, já, varðandi þessa spurningu sem að bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson beindi til mín, þá veitum ekki hvað þingmenn hafa verið að tala um það að finnast þetta lýðræði, ég skildi það ekki alveg hjá honum, en enda hefur það nú alltaf verið á Alþingi Íslendinga, það er nú bara meirhluta atkvæða sem gildir í öllum atkvæðagreiðslum og þó það sé muni bara einum þingmanni á meira minnhluta þá er það sem gildir þegar það er verið að kjósa og ég veit nú ekki betur en menn hafa nú farið á sveif í lýðræði þrátt fyrir lýðræðislega kosningar, svo ég nefni nú til dæmis kosningar í stjórnlagaþingskosningar hér í árum áður. Þannig að það hefur nú farið á ýmsa lund en við tókum ákvörðun að breyta þessu í samþykktunum og stöndum á bakvið það, stöndum heilstöður á bakvið það. Takk. Gunnar Egilsson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Já, þetta bjóst ekki við þegar kæmi til svara, kom ekki svara, var ekkert svar fyrir. Vill ekki svara þessu. Það var þannig, 2013, þá voru sjálfstæðismenn í meirihluta. Og við ákveðum það þá að það þyrfti 2/3 bæjarfulltrúa til þess að breyta samþykkt. Þá vorum við í meirihluta. Og við hleyptum minnihlutunum til þess að geta gert samþykktir í sveitarfélagi. Þetta bjóst ég alveg við og hún gæti ekki svara þessu. Hún gæti ekki svara þessu. Nema bara svona eins og hún segir að það sé bara meirihlutinn sem ræður. Þarna var ákveðið, hún ákvað þetta. Það eru 3 bæjarfulltrúar meirihlutar sem ákveða þetta. Voru sammála þessu á sínu tíma. Helgi Haraldsson, Eggert Valur og Arna Ýr. Þau samþykktu þetta. Á degi 1 þegar komið í meirihluta, það var það bara út með það. Við vorum allt síðasta kjörtímabili með þetta líka. Við ræddum, við gerðum breytingar á samþykktu sveitarfélagsins. Þar vorum við öll saman í því. Þetta heitir lýðræði. Þetta heitir ekki lýðræði. Og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið og ég mun þá bera upp þessar breytingar á bæjarmálasamþykkt, hverja grein fyrir sig. Og fyrsta breytingin er breyting á fyrstu grein samþykktarinnar og mun þá fyrsta grein hljóða svo: Bæjarstjórn sveitarfélags Árborgar er skipuð 11 bæjarfulltrúum sem kjörnir eru lýðræðislegri kosningu og íbúum sveitarfélagsins samkvæmt lögum kosninga til sveitarstjórna. Þessi samþykkja þessa tillögu gjörðu svo gefa merki. Einhver er á móti.
Samþykkt með 5 atkvæðum og gegn 4 atkvæðum. Fulltrúa dýrlista. Já, gjörðu svo vel. Brynhildur Jónsdóttir. Já, forseti. Fulltrúar D-listan greiða atkvæði gegn tillögum breytingu á samþykktu sveitarfélagsins sem að lýtur að fjölgun bæjarfulltrúa. Að fjölga bæjarfulltrúum úr 9 í 11 á þessu kjörtímabili finnst okkur vera óráð. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum er ekki nauðsynlegt að fara í þessa fjölgun fyrir en eftir kosningar 2026. Á fundi bæjarstjórnar 12. júní 2013 var samþykkt að breyta samþykktum sveitarfélagsins þar sem ákvæðum að 2/3 sveitarstjórnarmanna yrðu að samþykkjast breytingar á samþykktu sveitarfélagsins og samþykktirnar voru unnar af fulltrúum allra flokka sem sætu átt í bæjarstjórn þá. Þannig var reynt að ná breiðri samstöðu meginatriði þeirra. Þegar núverandi meirihluti tók við 2018 voru gerðar breytingar á samþykktu sveitarfélagsins án aðkomu D-listans og þetta ákvæði tekið út. Bæjarfulltrúar D-listan lögðu þá fram tillögu á öðrum fundi bæjarstjórnar að þeir væru tilbúnir í samstarf við aðra flokka endurskoðun á samþykktu sveitarfélagsins en því var hafnað. Það er sorglegt hvernig meirihluti B, S, M og VAF-lista traðka á lýðræðinu með því að samþykkja þessar breytingar án samráðs við fulltrúa D-lista og halda því frá fulltrúum tæplega 40% kjósanda en í núverandi meirihluta eru 3 bæjarfulltrúar sem áður samþykktunar 2013. Nær var að virkja alla 9 bæjarfulltrúana betur til starfa en verið hefur á þessu kjörtímabili. Og undir þetta ritar Gunnar Egilsson, Brynhildur Jónsdóttir, Kjartan Björnsson og Ari Björn Thoroddsen. Já, ég veit það. Þurfum að laga það. En ég man ekki alveg hvað að vera á. Og þá er komið að öðrum hluta tillögunnar sem er breyting á 1. málsgrein 8. greinar og það sem samþykktu verða orðin í Ráðhúsi Árborgar og Austurvegi 2 Selfossi verði felld brott og mun nú hljóða þannig: Bæjarstjórn Árborgar heldur reglulega fundi bæjarstjórnar á 3. miðvikudag í mánuði klukkan 17. Þeir sem samþykki þessa breytingu gjörðu svo gjafmerki. Einhverju á móti. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4 atkvæðum bæjarfulltrúa D-lista. Þá er það 3. breytingin, síðasta. Það er 14. grein samþykktan á orðið svo. Bæjarfulltrúi er heimilt að taka þátt með rafrænum hætti í fundi sveitarstjórnar og nefnd og ráða á vegum sveitarfélagsins. Þegar bæjarfulltrúi tekur þátt í fundi með rafrænum hætti skal hann vera staddur í sveitarfélaginu eða í erindagjörðum innanlands á vegum sveitarfélagsins. Á öðrum kosti skal varamaður boðar á viðkomandi fund. Tryggja skal jafna möguleika allra fundarmanna til þátttöku á fundi og atkvæðagreiðslu, óskerta möguleika þeirra til að fylgjast með því sem þar fer fram og öryggi samskipta milli fundarmanna. Fulltrúar í nefndir sveitarfélagsins hafa sömu heimildir og bæjarfulltrúar samkvæmt 1. málsgrein. Framkvæmd fjarfunda að öðru leyti gildir auglýsingum leiðbeiningar og ritum fundargerðar sveitarstjórnar samanber 2. málsgrein 19. greinar sveitarstjórnarlaga. Það skal tekið fram að þessi breyting er út af tilmælum og frá innanríkis eða sveitarstjórnarráðuneytinu. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gjörðu svo gjafmerki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum gegn 3 gegn 2 atkvæðum. Samþykkt með 5 atkvæðum gegn 1 atkvæði. Ari Björn Thoroddsen og bæjarfulltrúarnir Gunnar, Bryndís og Kjartan sýta. Brynhildur fyrir ekki. Þetta er ekkert öðru sem á að S eða B eða VAF. Bara það sé ekki, já. Ari. Hinn 3 sátu hjá. Bara verður að opna það að halda fund annars staðar en í ráð. Þeir eru á móti því að séu fundir annars staðar en í ráð. Það er eina breyna breysitum. Heyrðu, allt í lagi. Þá erum við komin í dagskrárlið númer 13. Kosningi embætti og nefndir 2020-2022. Það finnst breytingar á fulltrúa álista í nefndum. Lagt er til við bæjarstjórn að Álfheiður Einarsdóttir álista sem snýr aftur úr leyfi
verði aðalmaður í eign- og veitunefnd, varamaður í skipulags- og byggingarnefnd, varamaður á aðalfundi SAS, varamaður á aðalfundi HSL, varamaður í héraðsnefnd Árnesinga, varamaður á aðalfundi Bergrisans og varamaður í stjórn Sorpstöðvar Suðurlands. Jafnframt verði Álfheiður Einarsdóttir varamaður Sigurjóns Vídalíns Guðmundssonar í bæjarstjórn. Álfheiður sem komin aftur úr tímabundnu leyfi sem hún fékk í bæjarstjórn og tekur við að störfum af Sigurði sem leysti hann af. Síðan eru breytingar á fulltrúum hjá S-lista, en bæjarfulltrúi Eggert Valur Guðmundsson S-lista hefur óskað eftir því við bæjarstjórn og hún veitir honum lausn úr bæjarstjórn frá 17. febrúar til loka kjörtímabils. Lagt til við bæjarstjórn að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fulltrúum S-lista í eftirfarandi nefndum og ráðum í stað Eggerts Vals Guðmundssonar. Í bæjarstjórn verður Klara Öfjörð aðalmaður og Hjalti Tómasson varamaður. Í kosningu skrifara þá kemur Klara Öfjörð inn sem skrifari. Fulltrúi í umhverfisnefnd verður Klara Öfjörð sem aðalmaður. Í eign- og veitunefnd verður Klara Öfjörð varamaður. Í skipulags- og byggingarnefnd verður Klara Öfjörð varamaður. Breytingar í kjaranefnd, þar verður Arna Ýr Gunnarsdóttir aðalmaður. Í fulltrúaráði héraðsnefndar Árnesinga verður Klara Öfjörð aðalmaður og Hjalti Tómasson varamaður. Aðalfundur SAS, þar verður Klara Öfjörð aðalmaður og Hjalti Tómasson varamaður. Aðalfundur Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, þar verður Klara Öfjörð aðalmaður og Hjalti Tómasson varamaður. Á aðalfundi Sorpstöðvar Suðurlands verður Klara Öfjörð aðalmaður. Stjórn Leigubústaða SES verður Arna Ýr Gunnarsdóttir aðalmaður og Klara Öfjörð varamaður. Stjórn Leigubústaða EHF verður Arna Ýr Gunnarsdóttir aðalmaður og Klara Öfjörð varamaður á aðalfundi. Á aðalfundi Bergrisans BS verður Klara Öfjörð aðalmaður og Hjalti Tómasson varamaður. Í fulltrúaráði Eignarhaldsfélags Brunabótaþjóðs Íslands verður Arna Ýr Gunnarsdóttir aðalmaður. Á aðalfundi Sandvíkurseturs EHF verður Arna Ýr Gunnarsdóttir aðalmaður. Og bæjarfulltrúi Hverfisráði Eyrarbakka verður Klara Öfjörð. Orðið er laust þessa tillögu og breytingar. Engin kveður sér ljós, þá ber ég á Tómas Elvar Tómasson kjörsveg. Forseti, það er nú reynda stór frétt í þessari tillögu. Það er bæjarfulltrúi að hætta hér eftir hvað? 12 ár. Bæjarstjórn. Ég er bara komið inn upp á þakkanum fyrir starfsmann runni fyrir bæjarfulltrúi á 12 árum. Nú, ég ætla að byrja á að bera þetta. Já, ég ætla að byrja á að bera þetta upp og gef svo þeir sem vilja gera eins fyrir atkvæði sínum. Þeir sem samþykkja þessar breytingar gjöld svo gefa merki. Það eru samþykkta samhljóða. Ég reyndar á hann Eggert Valur búinn að biðja orðið fyrst. Gjörðu svo vel Eggert Valur. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, það kemur alltaf að síðasta fundur, maður gerir það hjá okkur öllum væntanlega, en þetta er minn síðasti fundur og þetta er búið að vera fínn tími og langur og sennilega alveg nógu langur og þó að já, þetta er búið að vera gefandi og lærdómsríkur tími og ég sé ekki eftir neinu í þessu, en ég tók saman að ganni á þessum 12 árum að þá hef ég mist úr hálfan fund á ári. Ég hef mist úr 6 fundi á þessum 12 árum, þannig að við getum sagt að þessi hálfu fundur á ári. En svona heilt yfir, ef maður horfir tilbaka yfir hennar tíma, við erum nú búin að vera þó nokkuð á okkur saman hennar tíma og þá held ég nú að
að það hafi nú verið svona heilt yfir þó að hafi hversi stundum og menn séu ekki sammála alla hluti að þá held ég nú svona heilt yfir þegar maður lítur yfir þetta þá held ég að þetta hafi nú bara gengið þokkalega. Það lítur að vera að menn hafi tekið einhverjar réttar ákvarðanir þegar að fólk flykkist hérna í stórum hópum til þess að búa í þessu sveitarfélagi. Ég trúi bara ekki öðru. Ég allavega fer alveg óskattaður frá þessu og ekki fíl út í neitt. Þannig að það sé nú sagt. Ég ætla að leggja fram stuttabókun sem hljóðar svona: vegna brottflutnings úr sveitarfélaginu óska ég eftir lausn frá trúnaðarstörfum fyrir sveitarfélagið Árborg á þessum fundi. Undirritaður þakkar starfsfólki, kjörnum fulltrúum sveitarfélagsins sem nú eiga sæti í bæjarstjórn og einnig þeim sem hafa átt sæti í bæjarstjórn á undanförnum árum fyrir samstarfi. Að auki óska ég þeim bæjarfulltrúum sem hyggja sækjast eftir endurkjör í sveitarstjórnarkosningunum þann 14. maí næstkomandi velfarnaðar í kosningabaráttunni sem framundan er og einnig óska ég Klöru Öfjörð sem nú tekur sæti í bæjarstjórn alls hins besta í þeim störfum sem fylgir því að vera bæjarfulltrúi. Takk fyrir mig. Tekur Gunnar Egilsson til málsgjörsverð. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, já, það kom að Eggert ákvað að hætta. Við erum búin að starfa saman í 12 ár, eða síðan 2010. Við höfum unnið mjög vel saman, við vorum saman í framkvæmd og veitustjórn í 6 ár. Og ég held að þetta hefur gengið bara þokkalega hjá okkur að ræða málinu og komast að niðurstöðu. Við vorum ekki alltaf sammála. Alls ekki. Og þessi gjörningu núna áðan, gleymi ég ekkert. Hann var vesti sem hann gerði. Skilja við þetta svona. En það þetta bara ekki alveg sjálfgefið hjá fólki að vera í sveitarstjórn. Þetta er mjög gaman og stundum er þetta erfitt og maður fær oft báttfundu frá mörgum og þetta þarf auðvitað breytt bak til þess að standa í þessu. Þetta er bara þannig. En svo maður hrósa honum ekkert fyrir það er bara búið að ganga, það gengir bara nokkuð vel að vinna með þeir og óskaði velfarnaðar. Bara velfarnaðar í því það sem þú tekur þau fyrir hendi. Það fækkaði 2 upp sveitarfélaginu þegar hjónin fluttu, ekki gleyma því. Þetta er bara svona. En ég held að við, fólkið sem hefur búin að sitja þetta lengst eins og ég og Kjartan og Ari, við erum búin að sitja í svipaðan tíma allir og ég gagnrýndi ykkur fyrir þetta samstarfsleysi þetta kjörnumbil sem þetta bara alveg galið. En aftur á móti, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir samstarfið. Þetta hefur verið heiðarlegt og drengilegt, oft 4 umræður og skamma hvort annan. Það bara fylgir þessu. Maður er ekki alltaf sammála, en takk fyrir Eggert. Næstu máls Ari Björn Þórarinsson. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Já, ég vil óska Eggert óska honum velfarnaðar á nýju vettvangi, hver sem hann verður, hvort hann verður í sveitarstjórn eða ekki. Mér finnst hann nú kannski gera aðeins lítið úr sínum sveitarstjórnarstörfum. Þetta nú hverfa af brott einn reynslu mesti sveitarstjórnarmaður á Suðurlandi allavega. Skulum ekki gleyma því að hann var búinn að vera í sveitarstjórn í Rangárþingi eða Rangárvallarhreppi. Ég veit nú ekki hvort það var orðið sameinað
áður en hann kom hingað og hann var nú varabæjafulltrúi í 4 ár áður en hann settist sem aðalmaður í bæjarstjórn og við sátum þar báðir í helling og ég bara tek undir það sem Gunnar segið, þetta eru menn ekki alltaf sammála en hafa alltaf orðið komist að niðurstöðu fyrir rest og bara úrskonum velfarnaðar í nýjum störfum hversu þau verða, kannski á hann eftir að koma aftur í sveitarstjórn, kannski hér eða einhvers staðar annars staðar, bara gangi allt sem allra best. Takk fyrir samstarfið. Þá tekur þetta mál Sigurjón Vídalín Guðmundsson. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarritari, bæjarstjóri og aðrir áhorfendur. Já, nú kveðjum við Eggert Varð. Það er ljúfsárt fyrir mig. Hann hefur verið mér gríðarlega mikilvægur á þessu kjörtímabili. Ég kem nýri hérna inn og hann tók mig strax undir hinn væng og hefur hjálpað mér og verið boðinn og búinn að aðstofa mig og leiða mig í gegnum þennan frumskóg sem að það er að byrja í sveitarstjórn og sérstaklega í sveitarfélagi eins og sveitarfélaginu Árborg, þar sem að hlutirnir, það er mikið að gerast og hlutirnir gerast hratt. Ég á honum því mikið að þakka en ég veit að við eigum eftir að heyrast áfram og eiga í góðu sambandi því að ég hef eignast vin í Eggert Val og ég er þakklátur fyrir það og ég óska honum allsins besta í því sem hann á eftir að taka sig fyrir hendur og ég veit að hann á eftir að farnast það vel eins og annað sem hann tekur sig fyrir hendur. Ég bara aftur takk Eggert fyrir mig. Þá tekur þetta mál bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir það með félögum mínum hér að þakka Eggerti Val fyrir samstarfið og ég man það allavega á þeim tíma sem ég var hérna forseti bæjarstjórnar að hann gat nú verið svolítið svona klókur og stríðinn á köflum og svona gat verið duglegur að koma hann í vandræði. Og en ég þakka hann verið það því það eldur mig bara og en það er gott að ég hafa góða að og ég ætla svo mikið að ræða það hér á opinberum vettvangi en get þó ekki neita því að það eru sögursagnir að hann fari bara áfram í sveitarstjórn þannig að það berast þær fréttir austan og Rangárþingi og þannig að við hittum að það bara eftir á Sarsþingi og verðum bara áfram glaðir saman en innlega þakki fyrir samstarfið og þú ert ærlegur og einlægur í flestu þínum störfum. Ég held að megi segja það alveg heilt yfir. Takk. Þá tekur þetta mál Arnari Gunnarsdóttir. Já, forseti. Já, þetta við Eggert höfum starfað saman í 12 ár, rúm 12 ár, við erum búin að vera í bæjarstjórn saman í 12 ár og ég held að ég geti nú bara sagt að það er ákaflega gott að starfa með honum Eggert. Hann er afskaplega rólegur og hann er svona nánast andlegur jöfur, það nú dálítið mikill að svona koma nú úr jafnvægi og það er mikill kostur að geta tekið hlutum með jafnægi. Ég held að ég hef bara einu sinni skammaðan og orðið reið við hann en það er ótrúlega lítið á þetta löngum tíma. En það hefur verið mjög gott samstarf með okkar og ég vona að það er eftir að halda áfram af því að það eru auðvitað óskaplega gott að eiga hauka í horni víða þegar maður þarf að aðeins að fá svona
óháð augu á hlutina, kannski gott að horfa á hlut og fjarlægt þegar stundum, þegar maður er komin of svona þétt að hlutunum og of djúpt inn í þá. En ég vona bara að hann láti ljósitt skína fyrir austan. Það væri synd að hann nýtti ekki alla þessu góðu reynslu og áfram. En bara kæri þakkir fyrir Eggert og gangi þér allt í haginn. Takk. Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri. Forseti, ég vil nota tækifærið og þakka Eggerti fyrir frábært samstarf. Hann er hlýr maður og góður í samskiptum. Takk fyrir allt. Nú, í lok þessar liðar þá vil ég líka fá að nota tækifærið og þakka Eggerti Val fyrir samstarfið og eins og Sigurjón sagði, þarna hefur maður eignast vin og vinabönd verður ekki slítið þó menn breytum starfsvettvang. En mér langar og vona að þið samþykkið það bæjarfulltrúar að fá að bóka í fundargerð fyrir hönd bæjarstjórnar Sveitarfélags Árborgar vil ég færa Eggerti Val Guðmundsssyni þakkir fyrir störf hans fyrir Sveitarfélag Árborg og íbúa þess og skoðun velfarnar í hverju því sem hann tekur sér fyrir hendur. Ef að bæjarfulltrúar getur verið sammála það að við færum þetta inn í fundargerðarbók fyrir hönd bæjarfulltrúar. Takk. Nú þá er komið að kynningu á fundargerðum. Fyrirgefiði. 14. Það er kosningi embætta og nefndir áfram 2020-2022. Það er kosningu á formanni bæjarráðs og varaformanni og það liggur fyrir tillaga að formaður í bæjarráði verið Tómas Ellert Tómasson og varaformaður Arna Ýr Gunnarsdóttir. Gunnar Egilsson, gjörðu svo vel. Já, það er fulltrúar tillögur. Ég ætla að koma með tillögu að Arna Ýr verið formaður bæjarráðs og Tómas Ellert varaformaður. Já, það er komið hér önnur breytingartillaga eða tillaga fyrir fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Þá ber ég fram tillögu Gunnars Egilssonar sem að hljóða svo að formaður í bæjarráði verði Arna Ýr Gunnarsdóttir og varaformaður Tómas Ellert Tómasson. Þeir sem að samþykkja tillögu Gunnars skjóru sig gefa merki. Einhverju á móti. Hún er ekki samþykkt með 4 greiða atkvæði með henni og 5 á móti. Og þá er það tillagan eins og hún var flutt að Tómas Ellert Tómasson verði formaður bæjarráðs og Arna Ýr Gunnarsdóttir varaformaður. Þeir sem samþykkja hana gefa sig gefa merki. Einhver á móti. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum, 2 á móti og 2 sitja hjá. Náður Já, til fína. Þá er komið að 15. lið. Það er kynning á fundargerðum og fyrst er það kynning á fundargerð skipulags- og byggingarnefndar 85. fundur haldinn 12. janúar síðastliðinn. Þessu vill taka til máls undir þeirri kynningu. Og er ekki. Þá er það 16. liður. Það er fundargerð fræðslunefndar 40. fundur haldinn 12. janúar síðastliðinn. Það. Svo er ekki. Þá er að liður 17. Það er fundargerð almannavarnaráðs 4. fundur haldinn 15. janúar síðastliðinn. Hversu ljós liður 18. Það er fundargerð bæjarráðs 137. fundur haldinn 20. janúar síðastliðinn. Liður 19, frístund- og menningarnefnd, 30. fundur haldinn 17. janúar síðastliðinn.
Engin ljós. Liður 20, það er kynning á fundargerð félagsmálanefndar, 30. fundur haldinn 24. janúar síðastliðinn. Liður 21, það er fundargerð bæjarráðs, 137. fundur haldinn 27. janúar síðastliðinn. Liður 22, dagskránni, fundargerð skipulags- og byggingarnefndar, 87. fundur haldinn 27. janúar síðastliðinn. Brynhildur Jónsdóttir, tekur til máls. Já, forseti, ég ætla að koma undir lið 3 sem er lóðaumsókn og úthlutun á Nauthag 2. Það er varðandi íbúðakjarna eða fyrir sérstakt búsetúrræði. Mig langar í rauninni bara, og nú er lóðin komin, bara hvar er þetta statt nákvæmlega? Kannski Gísli Halldór getur svarað því. Eða kannski einhver annar. Fyrsta skóflustunga. Gísli Halldór Halldórsson, tekur til máls. Forseti, nú er verið að leggja loka hönd á hvað heitir þetta svona, forsögn fyrir alútboð sem ætti að verða haldið á næstu vikum og það er sem stendur lagt upp með að alútboðið fari fram á föstu verði, þannig að segja að þarna er að ræða stofnframlaga verkefni, þannig að það er gert ráð fyrir að íbúðirna verði þá samanlagt á kostnaði sem fellur af viðmiðum húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þannig að það sem að verið er að leggja loka hönd á er forsögn að alútboði með föstu verði. Og þá yrði dæmt fyrst og fremst gæði lausnarinnar. Það er að segja hversu vel hún nýtist og fellur að þeim störfum þarna að vinna og einhver leiti útlitslegir þættir hafið til hliðsjónar. Þannig að þetta ætti að geta orðið jafnvel núna í kringum mánaðamót, þetta útboð. Takk fyrir. Þá er það liður 23 á dagskránni, það er fundargerð eign- og veitunefndar, 57. fundur haldinn 27. janúar síðastliðinn. Arnbjörn Þórðarson, tekur til máls. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Það er raun og veru alltaf því nú svo sem alveg eins að koma upp undir 137. fundi bæjarráðs og það er líka í þessari fundargerð eign- og veitunefndar. Það er með miklu málin í Menntaskólanum á Eyrarbakka. Ég held að við þurfum að vinna þar mjög hratt. Auðvitað eiga stjórnendur, skólastjórnendur og aðrir hrós skilið fyrir það hvernig var brugðist við svona í upphafi þess faraldrar, eða auðvitað segir maður þessi faraldur, náttúruhamfarir. En ég held að við getum ekkert beðið marga daga með því að ákveða hvað við ætlum að gera og það þarf bara hjóli í það eins og skotu og því ekki að vera með starfshóp í langan tíma til að kanna hvað er best að gera heldur. Er þetta nú einhver hlutur sem þarf þá að vera búið að framkvæma og leysa fyrir hausti þegar skóli byrjar aftur. Það er ekkert hægt að hugsa sér að það að kenna börnum út allan bæ eða hvernig sem það verður. Þetta er auðvitað grafalegt mál og ef það er jafnvel að koma upp einhvers staðar eitthvað meira, þá verðum við að vera snögg til að taka ákvörðun hvað við erum að gera, hvað við ætlum að gera. Það þýðir ekki verið að bíða með það. Ég held að þýðir ekki verið að bíða með það fram yfir bæjarstjórnarkosningar. Það þýðir ekki neitt. Og ég bara vona okkur lottnist að gera farsæla lausn á þessu máli.
þá er það komið á síðastilega dagskrá, það er Tómas Ellert Tómasson, tekur til máls. Forseti, ég kem inn undir liðnum fundargerð 1 á veitunefndar. Það voru tekið fyrir nokkur mál, meðal annars lántökur Selfossveitna og staða orkuöflunar. Og einmitt að þegar Ari minntist á skóla niðri í Stóksar Eyrarbakka, þá var það tekið fyrir bæjarráði á morgun. Við fórum þar yfir, inn á fundin kom veitustjóri sem var að fara yfir stöðu orkumála í sveitarfélaginu og eins og við vitum og þá höfum við verið að eldast í skottið okkur í svolítið langan tíma, mörg ár og það er samt sem áður von á því að fyrir næsta vetur verði orkuvinnslu geta Selfossveitna aukin einhver 12% fyrir næsta vetur. En við verðum jafnframt og það verður væntanlega tekið fyrir eign- og veitunefnd á næsta fundi hennar að einnig að fara mjög grúndugt í þetta. Við verðum að bæta við í rannsóknum og rannsóknarborholum. Við erum með svæði sem við erum að skoða í Stóra Ármóti. Þar var boruhola sem að gefur góðar vísbendingur það að sé þar eitthvað að finna. Það þarf væntanlega að bora einhverjar 2-3 rannsóknarborholur þar áður heldur en að það er ákveðið hvað er á að setja niður vinnsluborholu. Einnig að þá hefur verið ákveðið að bæta við einni rannsóknarborholu niður á Eyrarbakka við Engin til að athuga þar. Það eru sagnir það að þar hafi sést til vatns eða gufu upp og það getur meira en vel verið að það sé affall af háhitasvæðunum sem eru þarna í Ölfusinu. Við vitum ekki en það er rétt að kanna það, athuga hvort það sé mögulega heitt vatn þar að finna. Líka þegar við vitum að ástand eyralagnarinnar er ekki gott, það er að segja frá Selfossi og meira eftir. En ég vil líka svo bara geta þess að á þessu fundi að það var einmitt teknað fyrir lántöku Selfossveitna þar sem á að nota þá fjármuni í aukin verkefni og í verkefni Selfossveitna og að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn þessu. Sem sagt vilja ekki orkuöflun eða meiri orkuvinnslu á svæðinu. Komir verulega óvart að skyldu koma mótatkvæði við þessa lántöku heimild. Ég vil bara segja það. Þá tekur til máls Arnbjörn Þórarinsson. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Við tókum það fyrir á síðasta skipulags- og byggingarnefndarfundi framkvæmdaleyfi fyrir þessu tilraunaborholu í landi Flóagafls og vil ég bara fagna því mjög að þetta skyldi hafa verið gert, að taka ákvörðun það að fara í tilraunaborholur þar, að það er volgraðar, ég veit alveg hvað hún er og þetta var svona, þegar maður var skautað þetta þegar maður var strákur að þá lagði aldrei hérna á smá kafla og ég bara vil fagna þessu og þá kemur eiginlega í framhaldi af því hvað var mikið heilla spor hjá bæjarstjórn Árborgar. Ég held að vera síðasta frekar en þar síðasta kjörtímabili sem við vorum svo sem öll sammála þegar við keyptum eignarhlutin í Hallskoti eða Flóagafli.
Annars væri þetta kannski ekki hægt að gera þetta út af því að þarna eignuðust við alla jörðina og vegna þess getum við gert þetta. Annars hefðum við lent jafnvel í deilum við aðra aðila sem áttu þetta á móti okkur. En ég vil fagna þessu framtaki. Arney Gunnarsdóttir tekur til máls. Forseti, já, af því að Ari Björn kom hér upp og undir liðnum skýrsluna frá Eflu byggingu Bandskóls á Eyrarbakka og Stókseyri á Eyrarbakka og þeir sorglega máli varðandi byggingarnar þar að þá eru þetta þá eru alveg magnað hvað starfsfólk og aðrir það gekk þarna maðurinn til manns hönd og þetta bjargaðist ótrúlega vel á skömmum tíma að finna tímabundi húsnæði til að leysa málin með ótrúlegum hraði. En nú eru þetta unnið að því, þetta eru þetta tvískipt, það sem verið að gera í dag, þá það verið að vinna ákveðið minnisblað og verið að skoða málin, hvað við getum, að því þessi lausn sem við erum með núna, það líklegt að hana getum við ekki nota næsta vetur. Af því að við verðum að vera með sem sagt, aðra tímabundna lausn sem að við á húsnæðismálunum frá næsta hausti, af því það verður aldrei búið að byggja nýtt eða gera betur og betur á svo skömmum tíma. Þannig að það verið að skoða hvernig við getum leyst málin. Það á framkvæmda og veitursviði, það Atli og Óðinn og svo auðvitað skólastjórinn og Þorsteinn og þessir eru allir að skoða stöðuna, hvernig við getum nýtt það húsnæði sem við höfum og hvaða tilfærslu við getum gert. En svo eru auðvitað síðan hitt sem að við, sem kemur nú í bæjarráð á morgun, hvernig við ætlum að skoða þetta til framtíðar. Þannig að það verið að vinna á fullu í þessu og vonandi finnum við farsæla lausn bæði á því að leysa þetta á næstu mánuðum og næsta vetur og svo til framtíðar. Takk. Ég hef ekki beðið orðið undir þessum lið. Þá það síðasti liðan dagskráin, það fundargerð bæjarráðs, 138. fundur haldinn 3. febrúar síðastliðinn. Það kveður sér engin hljóðs undir honum. Þá dagskráin tæmd og ég bið bæjarfulltrúa að rita í fundargerðabók og staðfesta síðan fundargerð á rafrænum hætti þegar hún tilbúin. Takk ykkur allir fyrir fundin og segja honum slít.